Já, verið velkomin áhorfendur góðir hér í KA TV. Blakveislan heldur áfram hér sem að KA og Afturelding er að mætast í þriðja leik liðana Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna. Þetta verður væntanlega hörkuleikur. Staðan er 1-1 í einvíginu. Vinna þar 3 leiki, þannig að það er nokkuð ljóst að leikurinn í dag mun hafa ansi mikið að segja hvort liðið verður Íslandsmeistari. Það er hrikalega sterkt að komast í 2-1 stöðu. Reyndar gerðist þar nú reyndar í fyrra. Þessi lið voru að spila í úrslitum. KA með heimaleikarétt rétt eins og í ár. Afturelding vann leik 3 hér í KA-milunum, komst í 2-1. En KA sneri þeirri stöðu með því að vinna magnaðan sigur að Varmá. Knúðu fram hreinan 8 leik hér í KA-milunum sem að vannst á endanum. Þannig að það er svo sem ekki, það er ekki leita lengra heldur en bara í fyrra. Þannig að finna dæmi um það að liðið sem lendir 2-1 undir komið tilbaka á vinni. En það breytir samt engu síður að það er gríðarlega sterkt að komast í 2-1 og alveg ljóst að bæði lið munur ekki að gríðarlega mikið á sig að klára þennan leik í dag. Afturelding vann fyrsta leikinn hér í KA-milunum 3-0, áttu gríðarlega góðan leik og lokuðu hreinlega á, það er Pálu og Júlíu sem eru svona aðal sóknarþungi KA-liðsins. En KA-liðið náðu að svara heldur betur fyrir sig í Mosó, reyndar töpuðu þar fyrstu hrinnu en unnu svo næstu 3 ár í kjölfarið og unnu leikinn 3-1 og því erum við í 1-1 stöðu hérna. En við förum svona að fara að kíkja á liðin, förum svo að rýna aðeins í hvernig við sjáum fyrir okkur þetta verði hér í dag. Byrjum að kíkja á lið gestana. Það er svona. Númer 1 er Valdís Unnur Einarsdóttir, með 2 Steinunn Guðbrandsdóttir, 3 er Velína Apostolova, 4 er Ísabella Ring, 5 er Þórey Símonardóttir, 8 er Sunniva Björk Valdimarsdóttir, 10 er Rut Ragnarsdóttir, 11 Telma Dögg Gretarsdóttir, 12 er Astrid Eriksson, 15 Dórótea Huld Aðils, 16 Tinna Rut Þórarinsdóttir, 18 er Daniela Gretarsdóttir og þjálfari er Borja González Vicente. Kíkjum á lið KA. Við verðum að flýta okkur svo mikið að við höfum gefið okkur mikinn tíma í KA-liði. En númer 2 er Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir komin aftur og að spila á miðjunni. Og já, við höfum væntanlega svolítið á Heiðrún í dag. Númer 5 er svo aðal stigaskorinn, annar aðal stigaskorinn KA, Pála del Olmo Gómez. Sjáum með 364 stig í 20 leikjum í vetur. Allt í lagi tölfræði.
Númer 7 er svo hinn kanturinn Júlia Bonet Carreras, hún er með 448 stig 22 leikjum. Algjörlega lífsnauðsynlega fyrir KA-lið að þær tvær verði öflugar í dag. Númer 8 er svo Lilja Kristín Ágústsdóttir, ung stelpa sem hefur komið aðalega inn í smá af uppgjöfum. Svo er hún miðjan Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir. Hún sá hún með 26 blokkir í vetur. Svo er uppspyrarinn Amelía Ýr Sigurðardóttir. Hún er með, hann er 38 ásar, annars er hann aðalega að finna samverja sína. Rakel Holgesdóttir hefur svo verið að koma svolítið meira í afturlínuna. Svo er alltaf líberón Valdís Kapitula Þórðardóttir, sjá hún með 0 í öllu tölfræði, þessum er alltaf gaman að vera líberó og fá enga tölfræði með sér. En Valdís það algjörlega ómetanleg og lykil hluti af varnarlínu KA-liðsins. Númer 14 er svo Þórhildur Lilja Einarsdóttir. 15 er svo Annika Snædís Gauðadóttir, hún er líka verið að koma inn í kantstöðuna. Svo eru 16 Auður Pétursdóttir sem er líka verið að koma inn í lykistöðu á miðjunni. 18 Lilja Rut Kristjánsdóttir sem er uppspyrjari nummer 2. Og svo er þetta þjálfarinn Miguel Mateo Castrillo. En Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér er Birkir Freyr. Jæja Birkir, hvað búist við að sjá hér í dag? Það er ekki gott að segja sko, þetta eru yfirleitt jöfn einvígi og þó að þið endi stundum 3-0 eða aðra áttina, þá er þetta samt alltaf jöfn einvígi, það segir ekki alltaf söguna. Algjörlega. Og eins og það er ótrúlegt með þessi lið, þau hafa undanfarin ár verið 2 bestu lið landsins, þau hafa með föttur yfir öðru liðum, þau hafa bara verið best. En eins og segir, samt hafa vel furðu margir leikir unnist á útivelli og unnist 3-0 sem er rétt einmitt gerðist einmitt hér í KA-velunum daginn. Já, þetta er búið að vera mjög sérstakt með þessi einvígi einmitt og þau hafa unnist flesta útivelli sem er stórfurðulegt. En ég er eiginlega, maður veit ekki hvað maður að segja, ég er nokkuð viss að KA komið svolítið inn í þetta viljandi meira að vinna, hefna fyrir bikarinn þegar afturinn tók þær og... Já, og einmitt búið að líka vera svona flott stemning í kringum blakkið í dag. Það var svona smá grill og hópmynd af öllu sem stundar blak á Akureyri og það er bara fín mæting, ég held að það veri flott stemning. Þannig að svona, ég trúi ekki að húsið muni gefa svolítið af sér núna fyrir heimastelpurnar. Klárlega og það er bara eiginlega fátt betra heldur en að spila í KA heimilum með þessum stuðningsmönnum sem við höfum hér. Nákvæmlega. Það er ómetanlegt og bara, það er ekki að þakka nógu oft fyrir stuðningsmennum sem mæta á þessu leiki. Algjörlega og það var fyrir allra besta Jón Arnar Jónsson á trommunum fyrir fjöldanum. Jón Arnar magnaða gæi sem mætir alla heimaleiki í hvort það sé handbolti, fótbolti, blak. Vantarlega bara að mæta í útumál með trommundan en það er kannski illa séð. En við erum að fara af stað og það er Auður Pétursdóttir sem byrjar að vera í KA. Venjulega byrjar nú á uppspyrjaranum en Amelíu. Þetta er eitthvað plan hjá Mateo sennilega. Já, það virkar nú bara næstu því og það er næstu í ásórusu. KA-liðið í séns á að sækja hérna, kemur boltinn á miðjuna og frábær vörn á Astrid sem tekur svo Einar í kjölfarið og laumar á stutt. Fyrsta stig í KA. Við gruna líka eins og segir, þetta er eitthvað nýtt útspil að byrja á Auði í uppgjöfunni. Það bæði alltaf Mateo og Borg alltaf miklir spekulantar og vantarlega búin að pæla mikið í hvernig þeir að skáta okkur öðrum. Klárlega og með svona grunar þetta Mateo séð að hann sé að reyna að koma hærri blokk á móti Telmu til dæmis. Já. Og Hægsland byrjar með kantinn með Anniku þarna. Já, en þá reyndar er það bara Tinna Rut sem að skorar. Tinna þröskunarblað og svona fór minna fyrir henni hérna í fyrirleiknum, fyrsta leiknum hér. En skoraði svona 11 stigi í leiknum í Mosó. Þetta er góð björgun hjá Lovísunar að redda þessu. Rut svo með alvöru björgun hinum megin. Skila boltanum yfir. Kemur Amelía upp á Pálu, vel spilað og Pála klárar þetta. Sáðu Amelíu gera virkilega vel hérna og það er að kappa hárnina nóg fyrir Pálu. Það er virkilega vel gert hann hjá KA-stelpunum.
Og gott líka að ná strax að virkja Pálu, því að segja, Pála og Júlía alltaf aðal stigaskorar KA og það gott að þær fái sjálfstöðu strax. Klárlega og við þurfum bara virkilega þeim báðum að halda í dag. Það við ætlum eiga séns. Já, og sá það líka að það voru fína rykkjar á KA-liðina. Það er ekkert náð að sækja ráð í afturhending í þessu fyrstu stig. Nei, fyrstu 3 stig KA. Þetta eru 3 gratisboltar sem hafa komið yfir frá afturhendingu. Ég vissum að þetta ekki eins og þær vilja byrja. Nei, það veitur ekki neitt lið sem að leggur upp með að spila gratisbolta. Splæsur hefur stundu verið að vinna með það. Já, því miður, þá var það mjög gaman að vera líbero. En jæja, kemur Telma út. Svona ekki þægist í boltin til þess að smassa, en setur hann út. Telma áttar saman líka algjör lykil leikmaður fyrir afturhendingu. Það er afturhalding, þarf virkilega að fá Telmu strax í gang og líka Valdís Unni á miðjunni sem hefur feikna sterk fyrir þær allan vetur. Já, Valdís búin að vera, að mér finnst eiginlega besti leikmaður afturhaldingar í þessu fyrstu 2 leikjum í einvíginu því hún er búin að vera rosalega stabíl. Hún skorar 5 ása í báðum leikjum. Þannig að það er samtals 10 ása í þessum 2 leikjum. En þá komir Amelía með magnaðan laumu. Þetta er líka sterkt fyrir Amelía að hún nái laumunni. Hún var aðeins að hóta þessi fyrsta leiknum. Hún var alltaf að verðast í. En já, við erum að tala um hana Valdísi, eins og segi. Hún er búin að vera 14 stig í fyrsta leiknum og 15 í næsta. Og eins og segi, hún er búin að skora, hún er búin að fara fyrir háið með 5 blokkir í fyrsta leiknum. Sem er helmingurinn af þessu 10 blokkum sem þær áttu í þeim leik. KA átti bara 3 blokkir á móti í þeim leik, en að sjá það var rosalega munur á blokkinu í þessu fyrsta leik. KA nær svo að jafna með 3-1 sigri í Mosó sem að bæði liðið 7 blokki, þannig að þú sér að einhverja lausn hefur Matti á fundið. Já, klárlega og við getum nú bara að séð það að til dæmis afturhendingar náttúrulega með rosalega hátt lið og með mjög góða blokk, en þær fara hérna úr 10 blokkum yfir í 7, hann munar 3 stigum strax og það er bara svona líka andlegt. Og pluss það alltaf í setjálið þú vorst að spila 4 hreinurir, bara 3 í fyrsta þannig að þetta er ekstrím munur En já, svo ég segi, Valdís líka með 5 ása í báðum leikjum, það er hrikalega öflugt. Já, hún er með virkilega sterkar uppgjafir, tekur boltan mjög hátt uppi og lætur hann fljóta beint niður. Já. Við sjáum að KA að byrja virkilega vel úr sínum uppgjöfum að bóra bras á afturhendingu, en Annika nær ekki að refsa þarna. Ég gleymist náttúrulega stundum að Annika er bara hálf nýfermd, þannig að hún er eftir að taka smá vaxtarkipp. En enga síður orðin gríðarlega öflug. Já, ég skil vel á Amelíu að senda á Anniku hérna í þessari stöðu. KA með tökin á leiknum og er alveg fínt að spila á hana núna einmitt. Kemur Pála af hárninni, Tinna á réttum stað eins og svo ofta áður. Astrid með hörkubolta, frábær vörn hjá Pálu, skimur svo afturlínu bolti frá Júlíu en setur henni netið. Já, smá miskilningur hjá Júlíu og Amelíu hérna með hversu hraður ætla að spila boltan. Kannski Júlía átt að bíða bara slengur, þetta er vörn og spila bara hærri bolta, gera það þægilegri. Það kemur Tinna aftur, flottur bolti, frábær móttaka af Pálu og boltinn upp á Lovísu, en Tinna vel vakandi í afturlínunni, skimur hörkubolti, enn er Pála að verja vel, missi boltan eins og var yfir. Boltinn þá á Telmu og Telma af hávörðinni, frábærlega gert hjá Júlíu og það ná að redda þessu, já. Nauðvörn að KA þarna sem að heppnast. Og Lovísa með blokkina, hann er að halda sér á lífi, Pála setur hann yfir af netstrengnum, hvar endar þessi bolti? Telma, en Júlía verst þessi þriðja þægilega kemur frábær blokk hjá Astrid Eriksson. Og í kjölfarið væntanlega mók hérna á Lovísu. Já. Það má alveg færa einhver rauk fyrir þetta sem mók. Já, ég held að það sé lítið spennt að segja við þessu. Þetta hefur alveg séð meiri mótmæli. Já. Svo sem heyrði ekki mikið kvart frá afturhendingu heldur. Nei. Þetta er svona moment sem vill líka alveg leiða bara leiknum ganga pínu. Hefur Tinna ekki hettan með sig, bolti skoppa tilbaka. En sko, eins og þetta komið ykkur,
stiga kapli hjá gestunum en mér finnst það samt eiginlega Káa-liðið var að gera smá mistök. Þannig að mér finnst ég ennþá eftir að sjá sóknarlínuna hjá Aftureldingu komin í gang. Já, klárlega, en svo líka Pála búin að taka 2 mjög góða varnir núna hérna í röð og já. Jæja, Amelia upp á Júlíu af hárninni og skorar. Ég er bara svo vanur að sjá Pálu verja svona vel í vörn að maður hættir að pæla í því, sko. Þetta eru boltar til dæmis sem í fyrsta leiknum voru að detta, við vorum ekki náð að verja og þetta getur gert gæfumunn í svona leik. Já. Það er ekki bara að skora, þú voru líka að verja. Algjörlega. Svo vantar líka eins og segi, þessi Hávörð hjá Aftureldingu, ef það ná henni í sama klassa og þau gerði í fyrsta leik, þá vantarlega Káa í vandræðum. En þarna þekkjum við Telmu. Fyrsta stig á Telmu, komið. Virkilega sterkt hennar Telmu og vel slegið. Góð að blokka á móti sér. Setjum hann fram hjá henni bara. Já. Fastan fram hjá henni. Það er svolítið einkennismerki Telmu að taka fastan bolta. Hún er hrifin að slá fast. Enda ef ég geti slegið svona fast, þá myndi ég alltaf slá fast. Ég myndi aldrei þetta í huga að lauma að ég geti slegið svona fast. Já, það klikkar uppgjöfin og Káa leiðir 8-5. Sjáum hérna Káa fengið, 2 uppgjöfi klikkað á gesturum, enginn á Káa. Þannig engin pressa á Lovísu. Kemur uppgjöfin fyrir Káa. Lovísa, Rutt, verður þessu ágætlega, svo kemur Telma, ítir boltanum í Hávörnina og svo í antennuna, eða spíruna góðu og Afturelding fær stigið. Já, skynsamt henni á Telmu, góð blokk, erfiður bolti að slá, ítir í blokkin út bara, mjög skynsamt hjá henni. Já, við þekkjum það, hún er alveg með smá vita á blakki, hún ætla að vara alltaf hérna fyrir norðan að aðstoða meistaraflokk Kalla þegar það er unnu þrefalt. Þetta er frábærlega slegið hjá Júlíu fram í Hávörninni og Rutt með hetulega tilraun en þetta hefði enginn bjargað þessu. Nei, hún getur alveg slegið líka. Slægir ekkert síður fast með Telmu, sko. Nei. Svo alltaf var líka rosalega munur líka en þess að segja. Þeir náðu að halda Júlíu rosalega niður í fyrsta leiknum en Júlía kom svo sterkt tilbaka í Mosó og hún fer úr því að skora 11 stig upp í 26. Það er svolítið mikil sveifla. Það er svolítið sveifla. Jæja, vel gert hjá Rutt, kemur boltanum í miðjuna og hún er að klára þetta. Já, Valdís. Konablaða líka, hún er líka eins og segi búin að vera hrikalega öflug í þessu einvígi. Já, gaman að sjá samt að sjá þrefalda blokk á móti Valdís hérna á miðjunni. Það gerist nú ekki oft í blaki. Nei. Og jæja, Pála ítir þessum út. Það var hárrétt metið hjá henni að íta boltanum en það er svo utalega. Og maður gleymir í stundum að Pála er mennsk. Ótrúleg. Hún getur gert mistök eins og við hinn. Vel gert hjá Valdísi, frábær móttaka. Kemur svo Júlía með hörkubolta. Þessi er úti. Og gestirnir eru búin að jafna í 9-9. 3 stig í röð hjá þeim. Hvað ætli Amelia hafi sett út á þarna? Ég mistaði þessu. Hún var að biðja touch, held ég. Sýndist mér í blokkinni hjá Aftureldingu. Já, ég held að hafi ekki verið rétt. Smá brass þarna á móttökunni. Amelia þarf að sækja boltan. Júlía setur henni yfir. Og nú er lag fyrir gestur. Kemur Tinna áfram. Næði alltaf að slá yfir Hávörnina. En Káa-liðið verst þessu. Langur bolti frá Pálu. Hann er út. Og Afturelding skyndilega komið yfir. Mjög vel gert hann hjá Káa samt og hjá mjög góði bolti hjá Anniku að spila hann upp hann. Bara fullkominn bolti, Pála ekki alveg tilbúin í þetta og nált netun ennþá þegar boltin kemur. Hún getur ekki tekið skrefið til að slá hann. Nei. Og enn er Rutt að gera frábælega hérna mætt undir. Og Pála svo verst þessu, bolti svo upp á Júlíu og Júlía hittir hann auðvitaðlega og þessi er úti, það er allt úti á Káa núna. Sko,
sko, aðeins að pæla í tölfræðinni, Afturelding komið yfir 11-9. En sjáu þið hérna, 7 af þessum 11 stigum eftir mistök mótherið. Já, það eru búin að vera klaufalega KA-stelpunnar, búin að vera að slá út, það eru búin að vera að fara í netið, það er moka á þær. Það er búin að vera pínu klaufalega hjá þeim núna og sem er rosalega erfitt af því að KA er að berjast virkilega vel, þá er rosalega erfitt að fá þessi stig dæmd á móti þér í tókabóll. Það dregur svo tennurnar úr þér að lendi þessu einmitt. Og líka eins og ég segir, þær eru svona með svona að mér finnst smá taka á þessu, en vera samt undir er svolítið einmitt svona skrítið. Þetta er frábærlega gert hjá stelpunum, ná að redda þessu. Boltinn upp á Tinnu, Tinna í antennuna, já. Það er ekki að spýra því. Slætt beint í antennu. Eða Antinnu. Antinnu. Það er alltaf eitthvað höfð Gústi. Það er alltaf búið til nýtt efni. Þetta mikilvægt fyrir KA-liðin á að losa þessa stöðu og missa það ekki lengra frá sér. Júlía. Tinna missir hann yfir og en Auður ætlar ekki að refsa. Kemur Pála og Pála með frábæran bolta fram hjá hórninni. Mjög vel gert þarna og nú er pínu bara asi Aftureldingur líka, Telma komin í afturlínu. Já. Spila væntanlega meira þá kantinn að miðjuna. Já. Einmitt, þarna á miðjuna. Heldur betur. Kemur afturlínu bolta frá Júlíu, Júlía á Rut, Rut nær að halda sig gangandi. Og Valdís verð festur vel, kemur boltinn þá á Pálu, Pála. Já, það er enda þessi bolti með lauma, Valdís og Amelía að redda þessu. Það vildi mók þarna, ég held að það hefði nú ekki verið endilega. Amelía það upp á Pálu, Pála laumar og Rut reddar þessu. Aftur í sensinu KA, kemur boltina og Júlíu afturlínu, hörku bolti. Telma ver, kemur Telma sjálf, en setur hann í netið. Hörku rally þarna, þetta er einmitt það sem við viljum sjá í þessu úrslita einvígi. Tvö bestu liðin á landinu að mætast, allir að gefa 100% í leikinn. Nákvæmlega, 38 sekúndna rally þarna og eitthvað sem þau verði lengri þegar líður á leikinn. Það gæti alveg verið. En ég held að megum alveg að vona því að þessi leikur verður rosalega kaflaskiptur. Já. 3 stig í röð þarna kannski og svo 3 stig í röð hinum megin, alveg fram og tilbaka. Já. Enda einmitt rosalega mikið í þessum leikjum að halda áfram að því sem ég segi. Bæðilegin eru það öfluga þegar þau komast á smá rönn. Þá náðu alltaf að einmitt tengja nokkur stig. Valdís, en nafnina með móttökuna og redda þessu kemur Pála til Olmó. En nú situr í netið. Ég segi Valdís. Búin að vera með 5 ása í fyrsta leiknum og aftur í öðrum og það hefði verið sterktur í KA að losa hana strax úr uppgjöfinni, ætla að segja. Já, ég held að Pála sé nú mest sagt yfir þessu. Þetta var frábær bolti hann frá Anniku. Já. Það kemur Valdís afturleiðing leiði 13-12. Boltinn af netinu, Auður. Þetta upp í loft, kemur Pála aftur, Pála setur hann yfir. Og Telma slær langt og hann er úti. Ekki var hann langt úti en úti var hann. Nei, fannst að vera óþarlega nálægt línunni. Með þetta hvað voru rólegar allavega. Já, hann svona jaðrar við að sleikja línuna en það sleppur. Það er ekki af öllin sem manna best. Var þetta mjög sjaldan á akkur þessu velli reyndari. Já, kemur Tinna single block og já, það er ávísun á stig. Virkilega vel slegið hérna á Tinnu. Já, komið með 2 stig. Og ég segi Tinna, hún gerir rosalega vel úr sinni stöðu. Hann hefði single block til Tinnu er yfirleitt ávísun á stig. Daniela Gretarsdóttir, Daniela með hennar bolta, þetta er þægilegt fyrir Valdís, sigir mjög vel og boltinn upp á Lovísu og þær eru í vandræðum, komin yfir, Amelía velur, Pálu, erfið bolti fyrir Pálu en hún er að halda sig gangandi, boltinn aftur upp á Pálu og hún
Uttalega bolta, Daniela tekur hann og smá vandræði á gestunum, kemur boltinn upp á Pálu. Pála lemur þetta frábærlega í gólfið. Pála er aftur að finna taktin eftir að nokkra bolta út á hann. Þetta er alveg leikur, staðan 14-14. Þetta er akkurat eins og við viljum hafa það, Kosti. Heldur betur. Og líka ánægð með að leikurinn byrja klukkan 6 að við höfum nægan tíma fyrir 5 hrinnur. En þetta gerir Telma mjög vel. Skilja vel slegið á henni, slegið þarna yfir blokkina. Telma fór hamförum, sérstaklega fyrstu 2 hrinunum hérna í KM fyrsta leik. Það er spurning hvort að hún ná að halda þeim dampi hér. Það mæðir yfir mikið á henni og Amelia Ídar ákveður að setja bolta yfir bara. Kemur Telma og laumar, hann er einmitt frábærlega lesið á henni. Það er langt að vilja manna. Sjáum við aftur hérna. Risapláss sem að Telma getur laumað á og hárrétt hjá henni. Aldís með frábæra móttöku, boltinn svo á Lovísu sem setur hann í netið. Sjáum þetta aftur, sjáum við móttökuna hjá Valdís í Kapítólu. En Lovísa setur í netið og afturleik skyndilega 3 stigum yfir. Já, eðlilegt að Matteo taki leikli núna. Hann veit það að ef það komast mikið meira þá er erfitt að ná þeim aftur stutt eftir hrinunni. Það þarf að stoppa blæðingunum strax. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Það er svona margir sem segja að hrinnan byrji þegar liðið komið í 15 eða 16 stig. Þannig að já, það er ekkert mál að slá bolta þeir eru ekki orðið 15. Hvað gerur eftir það? Já. Það er akkurat það sem telur. Já. En ég segi náttúrulega eitt sem að Matthía hefur verið svolítið að aðlagast síðustu vikurnar er náttúrulega að með því að þær systur Helena og Heiða eru frá. Það eru báðar að fjölga mannkynni sem er frábært hjá þeim. Það er kannski ekki alveg sama breytin í KA-liðinu, þannig að erfiðar að gera breytingar. Það er meira að vera taktíska breytingar. Við sjáum hvað hann stillir upp í. En hér kemur Telma fyrir afturheldingu, frábær bolti. Nýtir sér það smá hæðarmunur í blokkinni. Valdís ósátt með sjálfum sig þarna, hafði ekki tekið hann á bolta. Já, held samt að sé erfitt að eiga þennan bolta en ég segi Hávarðin var kannski ekki alveg klár þarna. Og frábær lauma hjá Lovísu og þráttur hetilega tilraun á nær Rut ekki að berga honum. Hún vilja reynda að meina og hafi náð honum. Ég sá hún snertan en ég held hún ekki náð allir hendun undir hann. Nei, ég held að, já, sé rétt hjá þér. Þetta var mikið stig og vel gert af Lovísu. Annika og vel gert af Rut, kemur boltinn á Telma laumar honum og Amelia verst þessu vel. Kemur boltinn á Astrid og Valdís upp á Júlíu. Júlía með langa bolta. Þægilt fyrir Rut, kemur boltinn á Tinnu í afturlínu. En KA-liðið verst þessu, kemur upp Júlía með frábæra bolta. Vel gert hjá Rut í afturlínu þarna og það skilja boltan yfir. Amelia velur Júlíu, Júlía blokkuð út og kemur KA aftur nærum 16-18. Já, virkilega vel gert hann hjá KA-liðinu en líka vel varist hjá Rut á afturhaldingu-liðinu. Mér finnst oft alveg ótrúlega með Rut að hún veist hún alltaf verið að klára að taka smansboltana en svona alltaf mætti undir líka þegar þess var að halda.
Þessi bolti svo út, þannig að skyndilega K.A. komið 3 í röð, minnkar þetta 1 stig. Það er svo ótrúlega mikilvægt einmitt að þú sért með alvöru lípur og Valdís og Rut, algjörlega frábærar. Og hérna ás frá Aniku. Anika Snædís Gautadóttir með hörkubolta. Skyndilega orðið 18-18. Já. Anika fór hamförum gegn HK í vetur og skoraði einhverja 11 ása í leiknum. Spilum við endurtekið þann leik. Verst þessu vel sjálf, bolti svo upp á Júlíu. Júlía, þetta vel gett hjá Velínu. Og Rut skilur hún yfir. Aftur sensin K.A. megin. Amelía upp á Júlíu. Júlía blokkuð og hetjulega björgun hjá Júlíu. Bolti enn í leik. Kemur þá Telmu. Telma blokkuð út. Skorar. Sjáum þetta aftur hérna stórkostleg björgun hjá Júlíu. En það frestaði bara stiginu þegar Telma lúrði þarna og kemur með 19. stigið, 7. stigið hjá Telmu í dag. Virkilega sterkt stig hjá Aftureldingu. Já, ná líka að halda í forystuna. Amelía, Lovísa sem tekur hann endanum. Og þessi bolti dettur á línuna frá Júlíu. Það kom að því að bolti frá K.A. ditt á línuna. Fjórða smastið hjá Júlíu. Þá gerir K.A. breytingu, Lovísa Rut út og Þórhildur inn. Já. Þórhildur komið mjög sterk inn í síðasta heimaleik hjá okkur. Hún tók eitthvað ása og gerði móttökulínunni í Aftureldingu lífið leitt. Já. Vonandi getur hann tekið þann leik. Já. Ég gleymi aldrei þegar Lovísa átti hvern ásinn að fætra öðrum hérna í bikarúrslitum árið. En Þórhildur gerir þetta vel. Spilur svo sjálf upp á Pálu. Pálu verður svolítið aftarlega en kemur hann yfir. Kemur boltinn á miðjuna og Valdís nýtir hæðina vel. Hérna hefur mikla yfirsýn yfir völlinn og klárar þetta. Já, og þá Telma komin í uppgjöf. Hún hefur nú oft ekki marga ása. Hvað gerir hún nú? Góð móttaka hérna hjá Pálu. Kemur Júlía. Og í blokkina. Góð blokk hérna hjá Valdísunni. Já, það var bíðilega óvenju lengi eftir fyrsta blokkstíð í leiksins. Það kemur núna í stöðu 21-19. Bæði lið búin að vera mjög skynsum í sínum sóknu aðgerðum. Vilja ekki láta blokka sig. Þetta var klaufalegt. Þessi boltaleginu út frá Telmu en Anika sem að lúra fyrir aftan færa svo í sig. Á þessum tímamóti þetta frekar dýrt. Frekar klaufalegt. En Júlía verst þessu, kemur boltins upp á Pálu. Pálu setur hann yfir. Sénsinn hjá gesturinn núna, kemur Telma. Telma skorar. Já, við vorum eitthvað að tala um að það væri smá kabbar í þessu. K.A. jafnar úr 14-18 í 18-18. Nú er komið 4 í rauði Aftureldingu, 23-19. Móttaka henni á Valdísi. Betur kemur svo Júlía. Júlía þurfi stig og Júlía að hótast í en það ná að redda þessar Tinna og Rut. Og enn Tinna að verjast vel hérna. Kemur svo Velína. En Pála verst þessu. Amelía setur hann upp á Júlíu, áfram Júlía, ítir honum yfir hávörðina sem hann krafsar í hann. En skorar.
Já, flest rally núna eru 20 sekundur pluss, þannig segir smá gæði núna. Mikil gæði og saman tíma enginn sem vil gera mistök. Já. Þá kemur Amelia Ýr fyrir Káa. Og Tinna nær að redda þessi bolta. Það er erfið að hæða á honum greinilega. En redda þessu, kemur boltinn svo upp á Pálu. Pála, flott slegið af Pálu. Daníela nær ekki að verðast þessi bolta. Fyrir upp í loftið. Pála skorar sitt 4. stig hér í dag. Og Borja tekur leikhlé. Já. Skulum ekki afskrifa Káa-liðið. Já, þetta er bara, þetta er sem að við má búast í svona úrslita leik. Virkilega mikilvægt líka. Ef Afturelding vinnur núna, þá eiga þær séns á að taka sigurinn á sína heimavelli á laugardaginn. Einmitt. En ef að Káa vinnur núna, þá er Afturelding komið með bakið upp í vegg. Já. Þú vilt ekki fá Káa í heimsókn með þetta. Já. Og svo ef þú vinnur þá ertu eftir að koma aftur hingað. Einmitt. Og skulum við ekki gleyma því að Afturelding vann þennan 3. leik hér í Káa-liðinu í fyrra. Komust í 2-1. Og þá voru einhverjir búin að afskrifa Káa-liðið, sérstaklega ef ég man rétt, þá lendi Káa-liðið 2-0 undir í Mosó í fjórðarleiknum. Jó, ætli það geti ekki passað. Mér minni það. Þær náðu að knýja Oddarinnu, kláruðu hana, unnu svo ótrúlega sigur í Oddarinnu hér í 5. leik. Og hér er Telma að setja hann út, þannig að skyndilega myndar 1 stigi. Eins og þessi 2 lið bjóða eiginlega alltaf upp á alvöru blakveislu. Þannig að ég segja að þú ert ekki í húsinu eða horfa á Káa-tíð, þá veit ég hvað er að gera í lífinu. Það er að drífa sig hingað en óplás. Já. Við stækkum það húsið ef við þurfum. Það er búið að taka alla fallan út. Jæja, þær eru í vandræðum hérna og þenn Rut nær að ýta honum yfir Amelia á Pálu. Pála kemur á strauginu hérna en Hávard er góð, Rut mætt undir. Kemur aftur upp á Telmu og Annika nær ekki að redda þessu. Var þetta ekki tvíslag á Tinnu þarna eftir þessa vörn áðan? Já. Ég er eiginlega sammála Mattu þarna, þetta er pínu skrítið, það kemur vörn og hún reynir að bjarga þessum fingrunum og boltinn fer ekki hreint frá henni. En leifum leiknum halda áfram. Já, kannski er það bara línan í dag að við viljum bara leyfa liðum að spila. Kemur Pála. Það er ekki touchið. Matteo er brjálaður. Við meina að það hafi verið touch, hann er bara dæmdur úti. Ég veit ekki hvort við sjáum þetta almennilega hérna. Nei, ég held að það sé ekki touch. Því að Matteo er ekki eini sem er að biðja þetta. Erfitt að sjá þetta hér. Mér fannst það að vera touch fyrst. Kannski líka því ég vonaði það. Það er spurning. Ég þarf að laga þetta aðeins að mér hérna. Sjáum það aftur núna. Hann kemur þetta hægt. Ég veit það ekki. Nei, ég set alltaf ekki. Ég ætla ekki að fara að setja neitt út á línuverðina fyrir að sjá þetta ekki. Nei. Þetta var touch síðan. En? Já, ég ætla að hendi þetta einu svona aftur hérna. Nei, ég held að hún ítir á brót til miður fyrir Káa-liðið. En hvað það? Stigið er búið. Afturhending tekur þessa fyrstu rinu. En þetta var, eins og þú segir, fram og tilbaka. Káa kannski byrjaði sterkara, svo skilst til að lið bara á að skora, en svona kannski heildina þá var Afturhending komið smá takas undir restina. Já, eins og Afturhending það eru mjög seinar í gang, svo þegar það er komið í gang þá
bara spiluðu þar teikna vel og voru að gera fækkuðu mistökunum sínum, móttakan byrjaði að smella betur hjá þeim og þá erfitt að verjast þessu liði. Já, sjáum við stigaskorinn að Káa, Júlía með 5 stig, Pála 4, Lovísa 2, Amelía og Annika báða með 1 stig. Hjá gestunum þar Telma Dögg stigast með 9 stig og þau eru flest þeirra mest á reynir undir restina. Og Valdís með 3 og Tinna 2, þannig við sjáum það. Það Telma ótrúlega mikilvæg í þessu liði en það sem að kannski reyndar fjölgaði mistökunum hjá Aftureldingu þegar leið á hreynuna. Til að byrja með þá var þetta mistökunum alfarið Káa megin. Við sjáum að endanum fær Afturelding 11 stig eftir mistök Káa-liðsins. Þar var aðeins 1 uppgjöf sem klikkar. Afturelding gerir 9 mistök og klikkar á 2 uppgjöfum. Þannig að já, sóknarleikurinn Káa með 9 smarstig, Afturelding 11. En það kannski svona ótrúlega að blokkunum heldur áfram að fækka og hafa bara 1 blokk í þessari fyrstu hreinu. Og hún var hjá gestunum. Já, við sáum það bara, það náttúrulega 3. leikur, það aðeins verið að setja í mönnum og það nú alveg eðlilegt og ferða sem kantur, sem smassari og ferða að vera skynsamari í þínu sóknu aðgerðum og hefur enga orku við það að eyða svona mörgum smössum í blokk. Nei. Nákvæmlega, en jæja, þetta hrikalega sterkt hjá gestunum að taka fyrstu hrinu. Gleymum við þó ekki að Afturelding vann fyrstu hrinu að Varmá í síðasta leik. Káa-liðið kom þá sterkt tilbaka og vann þá næstu 3 hrinur. Þannig að við skulum ekki afskrifa Káa-liðið. Það skulum vel bara ekki afskrifa hvorki Afturelding með Káa. Þetta eru 2 lið sem eru voru þá vön við að spila stóra leiki, að vita að þetta aldrei búið. En nú búið að 0-stilla töfluna, 0-0 og vonandi það að leikmenn séu líka bara að 0-stilla sig. Jæja, þá erum við klárir í þetta. Það Daníela Gretarsdóttir sem byrjar fyrir Aftureldingu. Júlía með fína móttökuboltinu upp á Anniku sem það bara ítar niður en setur hann í spíruna. Fyrsta stigið hjá gestunum. Hálf kærulaust hjá henni Anniku. Hún veit það sjálf og hún á að gera betur í þessu. Já, þannig gleymum við náttúrulega ekki að Annika ennþá gríðarlega ung en mikil ábyrgð á hennar herðum. Vonandi að þetta slá hann ekki út af laginu. Amelía upp á Páli, Páli með flottan bolta en það ná að redda þessu skiljanum yfir. Káa-liðið að nýta sér þetta. Amelía upp á Lovísu, Lovísa en Velína verst þessu endanum og svo kemur lauma sem að Pála nær að krafsa í. Annika setur hann yfir og skorar! Það finnst rosalega gott að Annika að öllu skildi hafa skorað þetta stig. En það var þarna stíða áðan sem boltinn var á leiðinu út sem fór í hana og svo þessi bolt í antennuna. Og eins og hún alltaf bara svona nýlega komin í þetta stóra hlutverk og að þetta á því að halda að fá smá búst þarna. Já, klárlega og smá bras þarna vantaði meira talandi á Káa-liðinu og já, Pála vildi menna að það hefði verið tvísla á Daníelu þarna þegar maður að spila upp en það þessi línan bara búin að vera þannig það hefði ekki dæmt nema að sikkert einlega og anskoti gróft tvíslag. Já. Ég bara að fagna því. Það bara ég. Jú, ég sammála því að það gaman að leifa leiknum fljóta eins en það það bara gott að setja línur strax en leikmenn vita það líka. Já. Þessi bolti frá Júlíu gjörsamlega hnitmiðaður út við hliðarlínu. Sjáum þetta
Vel gert hjá Valdísi og boltinn á Júlíu aftur línu og boltinn beint á línu. Það sem sést ekki í mynd en bara treyst okkur. Það var treyst okkur þetta áfallegt. Já. Kemur Annika fyrir Káa. Fýtt bolti en mótið hann góð. Boltinn á Astrid Eriksson sem skorar á miðjunni og ekki nóg með það á festir boltan í tjaldinu uppi. Já, mótið hann í lagi að báðu liður núna. Það er búið að vera eiginlega bara móttaka og beint stig. Það er búið að vera virðist sem að Amelia finnir að lauma en Astrid fann lesa þetta og þessi er inni frá Telmu. Ég skil Amelia mjög vel því að það lípir hún ekki inn á þá reiknar hann með að miðjan reddi sig ekki en Astrid gerir það mjög vel og Telma refsar svo með hnitmiðjusmassi. Já, vel gert hjá Lovísu að redda þessu eftir að misti boltan yfir. Seinsinn á gestunum, Daniela upp á miðjuna og Valdís skorar. Hittir boltan kannski ekki alveg nægilega vel en nógu vel. Sjáum við náttúr. Já, 3 stig í röð í afturhaldningu. Ég var að segja að þetta eitt viðbúð og svo komið 4 röð frá Káa. Júlía frábælega slegið. Virkilega vel slegið hérna. Hérna bara hoppaði hún og beið, horfði á blokkina, fann gatið á milli og sló hann auðveldlega niður í gólf. Já, þetta ansi erfitt að vera í afturlínu og verðast bolta sem fyrir gegnum hárutuna. Það er rosa erfitt, sérstaklega bolta fyrir beint niður. Æja, Lovísa fyrir Káa. Fýtt bolti og Elína setur hann yfir, þá er Amelia sem setur hann á Júlíu. Júlía blokkuð og það er skora. Blokkurinn kom í gang hjá gestunum. Já, skráum þetta á Valdísi. Hún er komið með báðar blokkirnar í dag. Hún var með 5 blokkir í fyrsta leiknum hérna. Og móttaka hana. Já, og þetta er vel gert hjá Pálu. Já, ég skil ekki að það er að segja leikmann sem takja móti eða ekki að fá boltan aftur. Ef þú ert leikmann eins og Pála, þá myndi ég bara alltaf að setja boltan á þig. Elína setur hann yfir og setur hann inn. Dettur inni hérna. Mér finnst mistökum svolítið að vera að fækka núna. Svo leikmenn séu aðeins meira fannar að finna miðið. Sóknarmistökum að fækka en varnarmistökum að aukast. Já. Vel varist að Telmu þarna og smá brasa á þeim. Náðu komum yfir eins vegar. Boltinn á Pálu. Pála, já. Finnur leiðina hann með hárunni. Já. Það er svo sem kannski stóra spurningin. Káa náði að halda á að virkja þær Pálu og Júlíu. En svo kannski meira hinum megin. Afturlík náði að koma fleirum í gang heldur en bara henni Telmu. En á meðan ég er að tala um það þá setur Pála hennar bolta út. Það var greinilega snúinn bolti. Já, mjög snúinn. En svolítið klaufalegt hjá Pálu. Má ekki gera svona mistök eftir svona góða vörn. Ég er sammála því að þetta er bolti sem átti að bara íta yfir með fingurslægi. Þá kemur Pála og já. Þetta er svona líka típisk Pála
í því fáið sem hún gerir mistök svarar hún strax fyrir það. Komum við 7 stig, rétt eins og Júlía Bónei. Og Telma afturlínu af háörninni. Amelia velur Lovísa en Telma enn og aftur með góða vörn. Amelia upp á Pálu, Pála blokkuð en blokkuð út. Og spurning hvort að Tinna fái hérna smá orði í eyrað hana. Tósar hérna í netið í pyrringskasti. Æjá, hann er bara beðin að róa sig. Já, ég er líka ánægður með þetta. Það kemur bara smá tiltal og svo bara áfranga. Það er ekki alltaf að resa. Klálega. Þetta er góð uppgjöf hérna. Já, kemur svo Tinna og beint í andlitið á Amelíu og æjá, hún er upprisin. Gott, þetta var ekki alvarlegt. Spurning kannski að Amelia hefði verið lengur í fótbolta, þannig að hefði kannski náða að skalla meira upp. Ef hann hefur lengur í fótbolta, þá er hann örugglega legið lengur allavega. Já, það er þetta mjög góð punktur. Það er ekki eitt gott rúll og svona. Já, það er ánægð með hana grjótörn, bara beint upp að appir og áfram gakk. Eina sem vantaði ef hún myndi öskra getur ekki slegið fastar. Já. Amelia upp á Pálu. Pála slær þetta og skorar. Nei. Já, hann var aftur í gólið þarna. Það er ekki að segja. Skoraði fyrir rest. Já. Þetta er vel gert og eins og ég áfram bara vel gert Amelia. Bara strax næsti bolti og hann er góður á Pálu sem skorar. Hún er alveg ennþá aðeins að ná sér held ég sýnist með þessu höggi. Það er eðlilegt að það var alveg frekar fast. Já. En Káabótt mikill aftur í 1 stig um Pála með hennar bolta. Smá þessa móttöku en á að gera ágætlega úr þessu. Og Telma þessi bolti endaði ansi utalega. Og Telma setur inn í netið. Eins mikið með langar að fara að setja blokkstigi á Káaliðið þá bara það er ekki alveg komið ennþá. Amelia var bara tilbúin að eigna sér þetta stig. Já. Það kemur Telma með flotta bolta en vel varist hjá Júlíu. Kemur það Páli afturlínu en skorar ég ætla að segja. Daníela var klárlega farin að hugsa aðeins hvað hann ætlaði að gera við boltan í staðinn bara fyrir að klára hann. Fókusin ekki alveg hérna í mómentinu. Nei, það virkaði líka svona tiltölulega léttur bolti og það er kannski oft hættulegustu boltan þá til farin að hugsa aðeins fram í tíman. Og Pála kemur Káa yfir 10-9. Ja, Daníela á Tinnu. Sjáu þið vörnina hjá Júlíu. Frábærlega gert hjá henni, kemur boltanum yfir. Daníela velur væntanlega aftur Tinnu, já. Og setur hann út. Býttu nú þetta við net á Káalið. Dæmi net á Lovísu. Lovísa viðurkenndi það. Já, það er rétt. Það kemur þetta smá hreyfing á netið. Rakstur glíða, hún var að snúa sér við. Já. Hárrétt, þessar miðjur eru oft til vandræða. Amelia á Júlíu. Júlía laumar en Daníela verst þessu. Kemur boltinn á það ætla að segja velinu. Svo kemur Pála með hörkubolta. Frábæra slegið hjá henni. Sér að hún Ruti komið framalega. Þá er pláss þarna í hótninu.
Frábær byrjun hérna á reynunni hjá Pálu til Olmo, komið með 11 stig í heildina. Það er hvað, vantarlega 7 stig í þessari reynu held ég. Af 11. Þessi bolti frá Anniku eins og var út. Það var ekki land úti, en úti var hann samt. Astrid koni uppgjöf. Góð móttaka henni á Valdísi. Lóðið setur blokkina. Það kemur Tinna. Vel slegin, góð vörn hjá Valdísi. Já. Júlía leikur sér á blokkina þarna. Hoppaði bara á beið og nýtti sér að blokkina var leiðin niður. Já, ég er líka ánægð með KA-liðið. Það fagna Valdísi þarna því að Valdís átti bæði móttökuna og frábæra vörn. Mættu ónefndlið taka þessu meira til sín að fagna líberónum. Það er erfitt að vera líberó, það taka ekki allir eftir þér. Það er oft til að finna hana, oft til að andstæðingur tekja meira eftir hvað þú tekir heldur þú, heldur hitt lið. Smá brass þarna en Vilna kemur hún yfir, senst innan KA með kemur Júlía, frábær blokk hjá Valdísi. Valdísi ennþá á flegi ferð þegar hún kemur blokkar hana. Já, ég skil Júlíu vel að láta að vaða. Ég hélt einmitt að Valdís myndi aldrei ná að komast þangað, en virkilega vel gert hjá henni. Hann á alla leið á kantinn, við vitum það og þær vita það væntanlega að Júlía er aðal sóknarmaður svona frammi. Mátt ekki vera seitt þangað. En Valdís má eiga það, hún tekur stór skref þarna og þessi hún var bara mætt á 0-1. Og þá kemur Júlía og svarar fyrir þetta. Ákvæmlega, ef þú getur ekki klárað boltan fram í hávörðina, þá bara notar hávörðina. 9. stíð hjá Júlíu. Kemur Amelia með fínan bolta en Rut gerir kemur vel inn að hinum megin. Fram í hávörðinni en aftur er Valdís á réttum stað. Og svo Júlía með langa bolta, Tinna var á hárréttum stað. Senst núna KA megin, Amelia. Upp á Júlíu, Júlía af hávörðinni og Tinna með alvöru björgun. Boltinn út á Velínu og Velína skorar. Treður hún hann yfir. Það er svona karakterstig á afturhaldingu þarna. KA var að pressa þar svakalega. Já, virkilega vel gert hjá Tinnu þarna. Ná þessum bolta, allir aðrir voru hættir. Lét hún sér vaða í gólfi á náðunum og það skilaði stigi. Þetta er mikilvægt stig. Já, algjörlega. Þarna var einhver misskilningur og ás hjá Velínu Apostolova. Sama tíma þarf nú að lofa hann fyrir þetta líka. Já, virkilega góður ás þarna og... Nú er Pála sem allt á hreinu. Og Valdís mætt undir þarna, kemur Júlía hinum megin, alvöru sóknarþungi núna frá KA, en það ná að verjast þessu. Telma blokkuð og KA skorar loksins blokkstig. Já, þið er lítið ætla að slá létt yfir Pálu. Já, Pála má líka eiga það, hún er með langar hendur og kann að beita þeim. Jafnt 14-14, það var líka jafnt 14-14 í fyrstur hinnu. Þá kom 4 stiga kafli afturlíka megin. Þá svaraði KA með 4 tilbaka. Hvað gerist núna? Rut í vandræðum og þetta er ás hjá Júlíu. KA kom með 2 ása núna í leiknum. Þessi KA búið að sækja fínt úr sínu uppgjöfum en svona ásættina aðeins látið standa á sér. Stelpurnar gerði með 12 ása í síðasta leik. Það spyrir hvort að þeir fjölgi ekki örugglega að líra á leikinn. En þetta gerir Tinna vel. Nýtnaði bolti frá henni. Jafnar í 15-15.
Það klikkar uppgjöfum hjá Valdísi. Við bíðum vel ennþá eftir að hún taki sína ásarinu. Vonandi. Þurfum við bara ekkert að sjá það í dag. Við erum alveg hlutlausir. En þá þarf þetta ekki að vera á káatíð. Það kemur Auður Pétursdóttir. Fínn bolti hjá henni, en Velina gerir þetta vel. Kemur boltin á Tinnu. Tinna slæðir hann í hárinu og skorar. Svífur þetta yfir Amilíu eftir að færa á hárinu. Tinna að minna á sig núna. Það skilur það vel að Amilíu, hún sé pínu kvekt þarna, standandi aftur þegar Tinna að slá. Ég kannski pínu að tilbúin hlaupi burtu frekar. Já. Það skiljanlegt. Já. Kemur Daníela Gretarsdóttir. Boltinn á Heiðrúnu sem setur hann yfir. Og Tinna í dauðafæri, en Amelía næra íti hann, en það kannski ekki íta boltan nægilega ofalega. Og Tinna kom með 4 stig núna á skömmum tíma. Það var nákvæða svarið sem kom með spurningun áðan, hvort aftur ekki ná að virka fleiri en bara Telmu, og Tinna að svara kallinu. Og móttakan hjá Valdísi. Já, þarna kemur Pála. Virkilega vel stegið á Pálu hérna. Sjáum hérna Pála kom í 9 stig bara þessari annar rinnu. 9 stig af 17 í heildina. Pála er búin að spila virkilega vel í þessar rinnu og hún er að gera meira heldur hún að vera. Hún er búin að slá fasta heldur hún gerir vanlega. Hún er ekki bara búin að stýra boltanum eins og hún gerir svo vel. Heldur hún búin að slá líka fast, þannig hún er mikil ógn alltaf. Amelía upp á Pálu. Kemur kannski mikið ávart að setja Pálu. Nú kemur Telma á hárinu og Valdís gerir vel hérna. Júlía bjargar þessu. Pála setur hann yfir. Sensinn á gestunum núna, Daníela. Setur hann á Tinnu. Tinna af hárinu og Júlía nær ekki að redda þessu. Ég verði ekki að ég það ennþá reyna að átta mig á afturlínunni hjá okkur með Valdísi í hálfgerði kantstöðu. Ég held að hafi breytt þessu einmitt fyrir þetta, þannig að Júlía geti tekið pæpið þarna meira í 5. Það kemur Pála með hörku bolta. Sumsið þetta? Akkur þetta sko, þegar að hérna Annika er frammi eða Heiðrún innan fyrir hana, þá eru ekki okkar aðalsóknarmenn og Afturelding veit á er ekki mikið að fókus að blokka þar, þannig ef Júlía slær meiri 5, þá getur hún opnað völlin pínu og þá er opið í báða enda. Það var miðjan virkilega fyrir að hlaupa. Hann við það samt með Júlíu og Pálu sikkoru megin. Akkurat. Annika gerir þetta vel. Boltinn svo upp á Júlíu og þetta er núna dæmir að tvíslag. Hún var ekki nú skil ég Matteo alveg aðeins að kvarta því að línan er búin að vera að sleppa þessu hingað til. Ég skal veikina, þetta er virkilega skrítin ákvörðun hjá Kristjáni að dæma tvísla núna. Sérstaklega Hassan Mehmet, hann var búinn að sleppa mörgum svona í dag. Og ég er búinn að vera rósanu fyrir það þegar ég bara þá hefur Blaki fengið að njóta sín. En kannski ætlar hann að taka fyrir þetta núna hérna frá. Gult spjald á Matteo. En ég segi, ég skil mjög vel að Matteo láta aðeins í sér heyra þarna. Búið er hann smá reikstefna í kjölfara þessa dóms. En áfram gakk, eins og maðurinn sagði. Sunneva Björk fyrir gestina. Mikið að stig.
Og þessi bolti skoppar á netinu og fer yfir, hún skorar Ás. Hún Sunnefaðist aldrei og skorar. Ég einmitt held að þessi væri aldrei að fara yfir. Það hefði flugið á honum. Sammála því. En skoppar yfir og afturhending leiðir 20-18 í hreinu 2. Gleymum því ekki afturhendingar tók fyrstu hreinu. Geta komið sér í ansi góða stöðum eða ná að klára þetta. En ef það er eitthvað félag á landinu sem er vant við að snúa 0-2 stöðu sér í vil, þá er það Káa. Þannig að ekki fara neitt þó að þrjú staða komi upp. Við höfum allt séð það áður. Já. En hreinan er nú ekki búinn. Það er nú eftir. Já. Nú er spurning hvort að leiklið bíti á hana Sunnefu. Kemur allavega aftur núna. Já, Valdís verst þessu, boltinn svo upp á Pálu. Pála gerir vel og nauðvörð hjá gestunum en það ná að redda þessu. Kemur svo Júlía af háorðinni. Daniela situr hann þá á systur sína Telma með langa bolta. Pála nær að redda þessu og Valdís situr hann yfir. Daniela upp á þannig að Valdísi, Pála með vörn og svo boltinn af háorðinni og þar endar þessi bolti þegar ná að redda honum. Tinna situr hann yfir. Amelia þá á Júlíu. Júlía, frábær björgur hjá Tinnu. Áfram heldur þessi bolti hérna. Kemur Júlía yfir hárnina og enn er þessi bolti á lífi. Sinnsson Káa núna, Amelia upp á Pálu. Pála laumar, skorar! Risa rally á 51 sekúndu og þá klárast það með laumi frá Pálu. Já, hér, það voru vel gert hjá afturhendingu samt berjast allan tíman þvílíka varnir hjá þeim. Já, það er sko algjör unun að fylgjast með bæði Rut og Tinnu finnst mér sérstaklega. Hrikalega mikilvægar. Saman tíma tekur það smá bit úr Káa-liðinu að trekk í trekk er að ná að verjast þeim. Já, kemur Pála með hörkubolta og þetta getur Tinna ekki stoppað. Svo líka ekki gleyma því áðan að Valdís Unnur var með enga blokk á móti sér, tók smassum í á völlin og það var Pála allt í hennu mætt með eina hendi. Já. Og að bjarga stiginu. Það var þetta mjög óvenjulegt að sjá Valdísi ekki nýta svoleiðis stöðu. Hvað gerir svo? Pála kláraði stigið sjá. Pála er að koma sterk inn núna. Heldur betur, hún með 12 stig í þessari hreinu. Það er ótrúlega tölur. Með þess að Matteo myndi segja vá. En þessi bolti er út frá Valdísi. Já, hér. Ég hefði þetta hrósinni kannski meira fyrir leik. En þessi bolti er ekki langt út, en út fór hann. Út fór hann, það er nóg. Nú er heppnir þarna að Annika var sein að fatta að hreyfa sig. Hún náði ekki boltanum. Þetta er alvöru kafli. Káa með þrjú stig í röð til leiklið. Þá tekur Borgar leiklið. Þetta verður æsir spennandi allt til enda. Já, heldur betur. Eins og segi, þessi tvö lið, þessi barátta þeirra síðustu ári er búin að vera algjörlega geggjuð. Káa deildarmeistari með því að vinna á einu stigi eftir hreinan úrslitaleik í Mosó. Afturhelding vann leik liðana í bikarúrslitaleiknum. Svo mættust við meistarana líka sem að Afturhelding tók. Það er búið að vera hrein unun að horfa á þetta viðureik. Alla viðureiknar milli Káa og Afturheldingar bara síðustu 3-4 ár. Búin að tróna svolítið 2 á toppnum hvenna megin og er alveg unnun að horfa á þetta. Algjörlega, og bikarúrslitaleikurinn
hvað í fyrra var náttúrulega ótrúlegu sem fór í Oddahrinu. Úrslitakeppni þeirra fór í Oddaleik sem endaði í Oddahrinu. Þetta búið að vera algjör veisla og vonandi fáum við bara 5 leiki í þessu einvígi. Hérna kemur Júlia Boney Carreras með stórkostlegan bolta. Hún minnir aftur á sig. Hún með 11 stig reynir að fylgja Pálu í stigaskoruninu. Tuttugu og 22, Lovísa Rut áfram í uppgjöfinni. Þetta er svo mjög vel gert hjá Velínu í móttökunni og svo kemur frábær bolti á Valdísi og núna svarar hann fyrir sig. Annika var í þessum bolta, vel gert hjá henni. Ég alveg þessum hún verði í næsta. Já, en á sama tíma rosalega erfitt að stoppa þessa bolta þegar Valdís bæði stór, langar hendur og hoppa líka alveg þokkalega hátt, þannig að ekki hvað þyrfti auka til þess að hækka ennþá meira. Nei, þetta er teknískt leiklið hjá Matteo. Það er reyna að komast inn í hausinn á Telmu sem er að fara í uppgjöf hjá þeim. Hann veit að hann Telmaði með hörku uppgjafir, getur erfitt að taka mót þessu. Og það sem má alls ekki gerast núna er að Afturhending ná í nokkrum stigum í röð. Það er vont fyrir KA-stelpurnar. Sjáum hérna að KA gert 17 mistökum sem gefið Afturhendingu stig, Afturhendingu 12. En í þessari annar hrinu þá hefur KA gert 6 mistök, Afturhendingu 3. Það er búið að fækka mistökunum. Við erum bara að fá betra blak hérna. Það Valdísi þarna, kemur Júlia. Þvílík blokk. Þetta gerði Valdís virkilega vel. 2 stig í röð hjá henni. Enn er hún að blokka. Komið með 8 stig í leiknum. Jafnari 22. Telma Dögg Gretarsdóttir með hörkubolta en Valdís með flotta móttöku. Og Pála setur boltan í netstrenginn. Engin blokk þarna. Hvað vorum við að tala um þessar sveiflur? 3 stig í röð í Afturhendingu núna. Nú þurfum við að fara að klára. Búin að koma 2 frábærar móttökur. Við þurfum að geta að skora á því. Kemur Telma aftur, hún getur skorað Ása heldur betur og þessi er út frá henni, vá! Hann er dæmdur inni! Nú veit ekki við hvað það sjáist hérna hjá okkur. Nei, þetta er rétt út úr mynd en ég var alveg 100% að hann var í úti. Telma aftur, hörkubolti, Pála með móttökuna. KA þarf stigið, kemur Júlia með bolta, Tilna verst þessu. Smá brasaðum hérna. Amelia á Pálu sem laumar, Rut mætt undir eins og nú er sénsinn á gestunum, kemur Velína. Nei, Valdís ætlaði að segja og klárar þetta. En eru þær að verjast vel og ná að standa þennan sótta þunga frá KA. Og í kjölfari kemur Valdís með sitt 9. stig í leiknum. Þannig á smá svekkjandi að geta ekki séð þetta hvort að boltinn hafi verið inni eða úti. Sitt 24. stigið. Ég var allavega í fyrstu fannst mér að vera klárlega úti. En aftur lokatölur 25-22, Afturhendingu vil. Sjáum að það var hrikalega jöfn hrina, jafnt þetta miðbygg eða hverjum einstu tölu. En Afturhending skora síðustu 5 stigin. KA var komið 22-20 yfir. Og maður verður auðvitað að hrósa gesturinn bara fyrir andlegan styrk þarna.
Já, virkilega vel gert hjá þeim að leyfa Káa ekki komast alveg inn í leikinn. Já. Og sama tíma finnst mér Káa að geta gert betur þarna. Telma tekur 4 uppgjafir í röð eitthvað, 3 en móttökurnar er fullkomnar. Og svo spurning hvort eina hafi verið út eða ekki, en ég meina, svona lífið. Já. Þú verður að spila með þessu líka, en þú geta bara með sjálfur sem við kent að hafa ekki klárað eitthvað af þessum boltum. Einmitt, en sjáu þið hérna, sko þið segi, Paula del Olmo Gómez, 12 stig í hrinunni, Heildra komið 16 stig, Júlía gerir 6 stig í hrinunni, þannig að bara þær tvær eru með 18 skoruð stig af 22. Við segjum ykkur það að afturhending að gera rosalega lítið af mistökum. Hinnum meginn þar er Telma Dögg fór lítið fyrir henni þessari hreinu, skora 2 stig í staðinn, þá steig Valdís Unnur og Tinna upp með 6 stig hún Valdís og 5 hjá Tinnu. Velína líka með 3 stig. Þannig að það voru margar hjá afturhendingum sem að tikkuðu inn í þessari hreinu. Já, þetta er nákvæmlega sem að kannski umræðan hefur verið, afturhending þurfa að gera nákvæmlega þetta. Þannig að bara vel gert, en já, sem það sjáu þetta, Káa fær 3 stig eftir mistök mótherja, þar af 1 eftir uppgjöf, þannig að í opnum leik gerir afturhending 2 mistök sem gefur stig. Það er einfallega ótrúlega vel gert, sama tíma að það er spilað svona eða sinn hefðbundna sótaleik, sko. Skora 12 smarstig, Káa með 16. Já, þetta er frábær leikur, þó að við séum ekki ánægðir með úrslitin eins og er. Þá er þetta samt stórkostlegur leikur að horfa á og ég viss það að Káa komi sterkt tilbaka eftir þetta. Þær spila mjög oft mjög vel þegar komið bakið við vegg. Já. Oft er það þeirra bestu leikir. Það er svolítið allt eða ekkert hjá þeim. Já. Eins og mörgum öðrum Káa-liðum. Það er eitthvað við það að þurfa að fá smá spark í rassinn til þess að byrja. Þetta er svona ekki að segja að þetta sé ekki búin að byrja þennan leik. Þegar þeir eru búin að 2 hörku hrinur, báða búið að fara 25-22. En svo sem eins og þú segir, það er ofta hálf fyndið ef leikur fer 3-0, menn bara já, þetta var bara samfærandi. Svo voru þetta kannski 3 hörku hrinur. Einmitt. Já, hérna sjáum við stigadreifingunina í annar hrinu, Káa með 73% af sínum stigum úr smössum, 48% hjá afturhendingu. Þannig að sjáum það að Káa fær aðeins 9% af sínum stigum úr mistökum mótherjanna, afturhending fær 24% úr mistökum Káa-liðsins. Svo eru það líka með 12% úr blokkum, 12% úr ásum. Já, gaman að þessu. Það kemur Auður Pétursdóttir fyrir Káa hér í uppað 3. hrinu. Bras á móttökunni hjá Rut og þetta er ás hjá Auði nokkru Pétursdóttur. Auður gerði 3 ása í síðasta leik í Mosó. Þannig að ég ekki að segja að það komi ás strax aftur núna. Það væri frábært. Var ekki langt frá því. En Rut á endanum lætur hann fara sem er hárrétt. Káa með 3 ása, afturhending 4. Bæði við klikkað á 3 uppgjöfum. Það er nú bara ansi gott hlutfall á mismunandi uppgjöfum gegn ásum. Og hérna er næstu því ás frá Daníelu. En í kjölfarið skorar Júlía Bonet Correras. Vel gert þarna og Amelia kom inn hnén að reyna að stilla upp á Júlíu. Já, alltaf þessi björgun hjá Pálu algjörlega geggjuð, eðlilega kannski nálega ekki boltanum mjög hátt, þannig að já, Amelia þurfti að fara neðarlega. Kemur Amelia. Hörkubolti en Rut gerir þetta fínt og kemur Tinna, setur hann fram í hávörðinni en Pála enn og aftur að verja vel og Júlía menna bolta en bæði Júlía og Jólófisa mættar undar og svo kemur Vá, sniðskot frá Pálu. Þvílíkt smass hjá Pálu þarna. Það er komið smá hiti í hana.
Hún alltaf spænska, hún vön hitanum. Það búið að vera heitt í dag, það búið að vera svona spænsku dagur í dag, Akureyri. Já, vel gert hjá Valdísi, reddar þessu bolta, kemur svo Júlía af hárunni og það er haldur svo í kjölfarið, svo kemur frábær vörn hjá Valdísi. Bolti svo upp á Júlía á Rut. Það er líbero veisla hérna, sjáu enn og aftur. Valdís standa fyrir sínu. Svo kemur Daniela á Astrid, frábær blokk hjá Lovísu. Amelia á Júlíu, Júlía laumar og hún skorar. Það þurfti eitthvað skrítið til þess að brjóta þessar varnir að baka aftur. Frábært ralli hérna hjá Káa, hjá Valdísi, Kapitólin líka, því líka varnir. Guð mig góður eins og þetta, það var líbero veisla, Rut og Valdís. Ég hefði varð eins og Valdís á að ég verið hoppandi gólfi, hún er sallaróleg yfir þessu. Gert það mörgursunum áður. Aftur! Það með net á Káa-lið. En enn og aftur frábærlega gert hjá Valdísi. En Lovísa fer aðeins í netsengin hérna og veitir pressökina. Það er líka eitt sem ég fíla við Lovísu, hún er ekkert að fela neitt. Ef hún fer netið þá bara viðurkennir hún. Já, hún er mjög opinn þetta allt saman. Og þá klikkar upp gefa Tinnu, já. En fín byrjun hjá Káa-liðinu hérna á þessari þriðju hrinu, en það er svo sem verða er að byrja vel. Það verði ansi erfitt að vera tölun undir og undir í hrinunni. Júlía. Rut reddar þessu og Astrid ítir boltanu langt, en Júlía verst þessu, skimur Pála til Olmo blokkuð. Sjáum þetta aftur hérna. Astrid ítir hún yfir og svo kemur þessi bolti hérna. Já, þetta er Telma. Káa með 1 blokkstig, afturlending 5. Gleymum við ekki að blokkirna voru 7 og 7 í síðasta leik. Þannig að það er kannski eitt af þessum að vanta svo lítið á milli liðana. Og þessi litli munur að Káa sé með 1 blokkstig kannski hefur mikið að segja. Já, það væri gott að fá eins og 2 viðbót allavega hana. Aðeins að minna afturlendingu á það. Það er blokk hinum megin. Heldur betur. Og móttaka. Já, og þetta er vel gert. Daniela finnur Valdísi þarna og Valdísi er svo sitt 10. stig. Já, eins og segir, þessi móttaka hjá Tinnu algjörlega geggju. Hún er einhvern veginn að kringla sig hérna og boltan fullkomlega á Danielu. Gott hjá Valdísi þarna. Pála, jæja. Daniela hvettar þessu bolta, setur hann á velínu, velínu setur hann yfir. Sen sína Káa, Amelia upp á Júlíu, afturlínu og Júlía með fína bolta sem að Rut ver. Tinna, svo klikka Tinna laumunni þarna. Stígur svo gamla góða múfi að horfa hendunar. Já, þetta er eitthvað sem er ekki vanur svo Tinnu gera. Hún er nú yfirleitt á þessu tímabili búin að vera mjög stöðug í sínum aðgerðum. Já, einmitt, gerir lítið af mistökum. Já. En er gratisboltinn. Já, Amelia þarf að sækja hann bolta, setur hann upp á Júlíu afturlínu og Júlía með alvöru bolta þarna. Rut er svona í skrefinu inn á völlin og nærir hann því ekki. Þetta var vel gert hjá Júlíu því að þessi Amelia þurfti að ótrúlega að sækja bolta þarna frá Pálu. Það er ekki oft sem að Pála á ekki fullkomlega fyrsta bolta. Nei, það er sama með Pálu þarna eins og með Danielu í vörnin áðan. Hún var aðeins að hugsa eitthvað annað. En þetta snýst bara að halda fókus allan leikinn og að aldrei slökkva á þér.
En þvílík byrjun hjá K.A. liðinu. Búinn að verja helling og að smassa vel. Þetta bara það sem við erum búin að kalla eftir. Sérstaklega að fá einmitt varnirnar inn og Valdís Kapitól búinn að vera stórkostleg í þessari hreinu. Bara algjörlega. Taka vel á móti og búinn að vera að verja vel. Já, ég er sammála því að Valdís búinn að ekki að maður setja eitthvað út á hana í fyrstu tveimur hreinurum, en hún búinn að finna eitthvað aukinn kraft samt í þessari þriðju hreinu. Áfram með smjörið. Auður Pétursdóttir búinn að lesa Daníelu þarna. Vorum við líka einmitt að tala um að vantaði fleiri blokkir á K.A.-liðinu og Auður svarar þarna. Alltaf gaman að þegar Auður blokkar eða skorar eða eitthvað, hún er alltaf jafn hissa. Veit ekki alveg hvað er gerast. Þá klikkar uppgjöfin frá Pálu del Olmo. 9-5 fyrir K.A. hér. Já, bæði lið klikka á tveimur uppgjöfum bara í þessari þriðju hreinu sem er nýbyrjuð. Fútboltur Anniku yfir en nú er sénsinn á gestunum kemur hörkuboltir af Valdísi og þetta er staða sem hún klárar. Annika gerir rosa lítið þarna á mótinni. Það er svo mikil hæðamunur og hún getur ekkert gert nema að reynda að veifa hundunum eitthvað. Já, einmitt single block á þessum. Þetta er ekki sanngjarnt. Nei. Jæja, Daníela setur hann á Tinnu, Tinna erfiða bolta en setur hann yfir. Kemur Júlía afturlínu, Júlía næra tróðunum af hávotinu niður. Svekkjandi fyrir Valdísi þarna sem held ég farin að telja blokkstíð. Júlía klárar þetta. Hún er kannski betur sleppt í og einbeitt sér á blokkinni. Jæja, K.A. áfram með smá taka á þessu hér í fyrst upphafi þriðju hreinu. Rut smá bras þarna en Tinna kemur svo með flotta bolta en fer út. Já, eins og segir, Tinna aðeins að slá feilspor núna sem að stíga feilspor og slæra ekki sem ekki sporið sem er kannski ekki alveg líkt henni. Nei, og sérstaklega eins og hún er búin að spila í dag, búin að spila hörku vel í dag, þannig að hún verður bara að passa sig núna að halda haus. Já, en vissulega kannski fylgja mikill kraftur í allan að varnarleik sem hún er búin að spila. Búin að spila rosalega mikið varnarleik og búin að vera að taka vel á móti. Að skilja því vel þó hún sé ekki þó að gangi ekki vel hjá henni kannski að sækja augnablikinu. Þá gerur hún samt vel að halda haus í hinu sem hún getur gert vel. Einmitt. Og hér kemur 12. stigið frá Valdísi. Fer svo sjálf í uppgjöfuna. Þessi bolt er út frá henni. Já, þetta er þá önnur uppgjöfin sem að Valdís klúrar. Já. Alveg sem að K.A. er ánægð með það, en afturveit ekki eins. Einmitt. Ja, þetta munar það að manneskja sem hefur venjulega gefið nokkra ásæði leik er að setja boltan út í staðinn. En já, þetta fettir áfram ekki alveg með henni Tinnu. Já, gengur illa hjá Tinnu núna og það er bara afturning að finna ykkur lausn á þessu. Þannig að hvort þarf Tinna bara að sleppa því að slá fast og reyna að vera skynsum og lauma eitthvað. Eða þá bara Daníela þarf einfaldlega aðeins að fara að leita annað. Við hefum ekki séð bolta á Telmu í afturlínu núna mjög langan tíma. Já, og ég raunir bara ekki frá því fyrstu hreinu eiginlega. En hins vegar hefur náttúrulega móttakan verið svolítið að fara í 4, þannig að það er erfitt fyrir hann að hlaupa þangað og spila hann aftur fyrir sig í 2-1. Já, einmitt. Já, sjáum að Tinna fær smá tildal þarna, að peppa hana í ganga aftur. En K.A. 13-7 yfir, ekki verið meiri munur á liðunum. Jæja,
Auður Pétursdóttir fáum við á sem að mun koma inn á óvart. Nei, þessi bolti rétt út. Já, ég held hún hafi þetta frá föður sínum að vera svona hissa þegar hún gerir eitthvað vel. Hann alltaf rosa hissa þegar hann verður slær mitt í gólfi eða eitthvað. Það kemur Daníela Gretarsdóttir fyrir gestina. Júlía með frábæra móttöku og Páli aftur innu. Já. Hnitmiðaði boltur á Pálu. Frábær uppgjöf hjá Daníelu en þá betri móttöka og spil og smass hjá Káa. Það var vel gert hjá þeim. Já, heldur betur. Mér finnst líka alveg svo magnað sem segir að þú ert með Pálu og Júlíu sem báðar sem miklu skorarar. Það eru báðar svo ótrúlega góðar í móttökunni líka. Einmitt og skila sinni varnarvinnu vel líka. Já. Og hérna er ás frá Anniku. Amelíu. Nei, frá Amelíu ætla ég að segja. Það er hinn ásinn. Já, það séu við. Já, Amelía með flottan ás. Það var reyndar, hún er með einn ás í hinum leikinum líka. Þannig að hún er kannski búin að leggja svolítið á sig að reyna að stúdera uppgjörna frá Amelíu. Hún er með öfluga ása. Hérna svarar Astrid Eriksson kallinu og skorar hérna sitt annað stigleitnum. Þá er Tinna komin í afturlínu. Jæja, boltinn upp á Pálu. Pála með hörkubolta, Rödd gerir vel. Kemur vel ína og Pála árið hárandi stað. Boltinn upp á Júlíu. Júlía í sýndarnetið. Mistökarnir hjá Júlíu sem við erum ekki búin að sjá í dag. Nei. Vonandi er þetta bara einu í dag. Samtíð var mikilvægt fyrir Aftureldingu núna að ná að laga aðeins stöðuna. Eins og kom með Tinnu í afturlínuna sem hún hefur verið að spila mjög vel. Og Rödd áfram að gera frábærlega hérna í líberastöðunni. Amelía. Setur hann upp á Pálu. Pála er single block og klárar þetta. Sjáðu Astrid, hún er bara mistið afsökunar áður en að Pála slær. 19 stig hjá Pálu til Olmó. Við erum ennþá í þriðju hrinu. Þar á 12 í annar hrinu. Eins og meira segja Matteo finnst það mikið í einni hrinu. Kemur Júlía. Já, vel ína slæðir hann að bolta en enn og aftur er það Pála til Olmó sem verst. Kemur svo nálægt netinu en Pála til Olmó! Þvílíkt smass þarna hjá Pálu. Hversu margi leikmenn hefðu verið í vandræðum með þennan bolta eða endað í netinu? Nei, Pála bara eins og ekkert sé klárar þetta. Það er bara skiptum áttir. Ég myndi fara á töfrasýningu á Pálu til Olmó. Ótrúleg. Og hérna kemur hún með blokkina líka. Pála til Olmó Gómez að blokka Telmu hérna. Horfandi á uppstillingunni hjá Káa-liðinu núna, það er eiginlega nokkuð viss að þegar Júlía fór fyrst í uppgjöf að Káa hafi staðið vitlaust. En þær eru búin að laga það. Já. Jæja, boltinn aftur upp á Telmu. Telma slæðir hann fastan hérna og það er Amelía sem verst þessu, vel gert hjá henni. Heiðrún situr hann svo yfir og Tinna verst. Með lauma sem að Valdís tekur og Amelía næra ídólum upp og frábær björgun af Pálu. Sénsinn þess að hjá gestur núna og Astrid Eriksson nýtir sér það. Einhver
smá misskilningur þarna að Pála var eitthvað horfinn, vissi ekki alveg hvert hún var að fara. Já, hún alltaf þurfti að skuttla sér lengst frá velli til að berga sér boltan. Ég skilða hún hafði ekki verið á sínum stað. Já, hún þurfti einmitt að skuttla sér að berga þessu bolta held ég að því hún var komin í vittlausa stöðu. Hún var held ég leiðin í afturlínuna. Áður en Amelía spilaði á hana. Já, eða var ekki Amelía með vörnina? Nei, ég man það ekki. Já. Og þessi bolti aftur Sunneva með sem að skrúast að netinu yfir. Það er samt ekki að hendi saman Brandar á það. Nei, og búin að koma eitt leið í dag. Æja, 18-12 afturlíkir að reyna að koma tilbaka. En þá klikkar uppgjöfin hjá Sunnevu. Eins og góðum maður sagði, ekki tvisvar í röð. Ekki tvisvar í röð. Sjáum þetta uppgefa nýtingunan 92% KA, 89% afturnýtingu. Þetta eru tölur sem ég fíla. Alvöru gæði í þessu. Kemur Lovísa Rödd. Og upp þarna. Já. Elína Káleifra bakkar, hárrétt í stöðunni. Boltinn svo upp á Júlíu, afturlínu boltinn af hárninni og dæmt net líka. Þannig að Júlía fær ekki stigið. Sjáum þetta aftur hérna. En eins og ég ánægður mikið með stuðningsmenn KA, þeir eru mættir í verkamanna vestunum okkar á baráttu verkalýðsins. Allt sem var planað. Heldur betur. Þetta er bras á þeim og þetta er ás. Ás hjá Lovísu. Ég held að þessi hefur alltaf verið á leiðin inn. Já. Sjáum aftur hérna. Já, hann er að pompa niður hérna. Og Velína reynir að redda honum en komin erfiða stöðu þarna. 21-12, þetta er alveg svar hjá KA-liðinu. Ja. Þetta er vel gert hjá Daníelu. Gabbar háurðina á KA þarna með því að ætla að taka boltan en lætur það svo fara og þetta er þá stig hjá Tinnu. Já, KA-stefnir að hlæja nú bara að þessu. Já, enda líka í þannig stöðu að mega alveg við þessu. Það kemur þetta að telma fyrir gestina en frábær móttaka hjá Valdísi. Kemur svo Pála til olnbóð og bombar með frá línu. Þvílík hrina sem að Valdís, Kapitola og Pála eru að eiga hér í dag. Heldur betur sjáið þetta. Þetta er virkilega erfiðu boltir á telmi sem Valdís tekur fullkomlega á móti. Svo klára Pála þetta. Pála setur hann svo út í kjölfarið. Já, KA klikkaði hendina 6 uppgjöfum, þar af 4 í þessari þriðju rinnu. Aðeins búin að missa fókusinn. Amelía upp á Pálu, Pála í aftur út. Ekki mjög góður bolti í Amelíu og Pála á að veita að hún á að gera betur. Já. Hún á bara að spila einfalt þarna. Ég er samt ánægður með Amelíu, hún byrði strax afsökundan á þessu. Ég fíla það að leikmenn geta tekið á sig skömmina. Skömmina. Þá klikkar uppgjöfin hjá Velínu. Það er 5. uppgjöfin í þessari hrinu sem klikkar hjá afturöldingu. Og KA núna í lykilstöðu á klára hrinuna. Er ekki afturöldingu bara að svara kallinu frá blakþjóðinni í Íslandi að gefa okkur fleiri hrinur? Já, eða KA.
Annika Snædís kemur hér. Góð uppgjöf. Vel gert hjá Daníelu, nær að verjast þessu frá Amelíu. Bolti núna hjá gestunum og frábær háar til Júlíu. Valdís spilar, setur hann upp á Pálu á afturlínu. Velína verst þessu, Daníela upp á Tinnu, Tinna blokkuð, en það er ekki nóg. Og detturinn afturlínu vill það svona móka káalið. Ég veit ekki alveg hvað. Það var ekki sem öskraði á mig allavega. Nei. En bara að biðja fólk alls ekkert að hlusta á einhverjum dómgæslu við okkur. Við erum alls ekki, við erum með hlutdrægir í þessu kannski. Já, ég er að dæmi leiki á öldung. Þetta er vel gert hjá Astrid og svo kemur Tinna hinum meginn. Tinna með hörkubolta, hún er að finna ekki fjöluna sína, þetta er dúkinn sinn. Mætti á bara skilur þessu dúk aftur. Þetta er svo sem stendur til að uppfara gólfið hérna. Já, má bara taka með sér að leikurinn búinn. 17-23, þetta er ekki búið og gleymum því ekki að Valdís getur heldur betur sótt úr uppgjöfum sínum. En Pála verst þessu vel, boltinn þá upp á Júlíu. Júlía með fína bolta en það verjast þessu. Daníela slær en Valdís verst þessu og svo ýtir hún yfir við það. Skora það vel. Amelía upp á Júlíu. Júlía með fína bolta en verður varist hjá Valdísi sem kemur afturlínu bolti frá Telmu og Telma skorar. Þær að færast nær og nær, komið 3 stig í röð. Ég myndi alveg íhuga að Matti var að taka leiklið. Jó, hann gerir það einmitt. Bara aðeins að ná fókusnum inn. Þær eru búin að missa allan fókus stelpurnar. Sammála því. Þær eru bara búin að vera mikið betur fyrir hinnu og nú er það bara að slaka á aðeins. Bara mátti ekki slaka á, sama hvað staðin er. Algjörlega, það eru 2 íþróttir sem mátti ekki slaka á. Það er blak og kannski hnefaleikar. Já, það er verið að slaka á þá mikið. Þú gerir það allan mjög stutt þar. Já. Það þarf til að bara kýla á það. Það er bara að kýla á það. Það er rétt. En já, eins segir, ég skulum ekki glemma því að afturhalding getur vel komið tilbaka og ef þú ert þannig að bíða eftir næstu hreinu þá ertu komin í hættulega stöðu. Þannig að vonandi að Matti á að koma kálinu aftur á beinbrautina. Ég ætla að lesa í stúkuna, fólk vil meira. Það vil meira. Við viljum meira, Gústi. Já, heldur betur. Það ætti að vera nóg. Æja, kemur Valdís. Þessi er út! Og það þýðir það að Valdís er ennþá ásalaus. Já, það er frábært. Þú sagði það, já. Ég íjaði bara að því. Ég ætla bara ekkert að fara að taka upp á því að vera ekki hlutdrægur hér. Æja, kemur Þórhildur Lilja fyrir Káa. Káa vantar 1 stig til að klára hreinuna. Já. Boltan missar hann yfir en frábærlega gert hjá Daníelu. Daníela mega þá hún er búin að vera mjög klók upp við neti þegar það er að missa boltan yfir. Fyrsta stigið hjá Daníelu. Ef ég væri Amelía, þá myndi ég senda næsta bolta beint á Júlíu. Hún vil nú örugglega svara fyrir þetta. Já. Jæja. Það er Daníela í uppgjöfuna. Og missir Káa boltan yfir. Og Telma hana bolta sem á skorar úr honum. Annika missir boltan upp í tjaldið. Óþægilega mikil kæruleysi að mér finnst. Já. Það finnst það svona að koma aðeins á hælana núna. Og hérna er ásjá Daníelu, afturhending heldur áfram að færast nær og nær.
21-24 núna. Daniela með 2 stig núna, skömmum tíma. 7. ásinn á afturhendinguleiknum, KA með 5. Kemur Daniela aftur. Betra frá Pálu, boltinn upp á Lovísu og það ná að redda þessu. Tinna setur hann svo yfir og dettur af nestrænum og í gólfið. Skyndilega munar 2 stigum og Matteo tegur til seinna leikliðið sitt. Jæja, ætla stelpurnar að fara að klúra þessu fyrir okkur. Já, hérna sko, allt hrós á afturheldingu. Þær eru að koma sér aftur inn í þetta og nú er öll pressan á KA-liðinu. Það er bara allt undir núna. Það er bara munað 2 stigum á liðinu og þó að KA hefur bara 1 stig eftir, þá verður það að skora þetta eina stig. Og gleymi því líka sko að KA leiddi 22-20 í síðustu rinnu og afturinn skoraði fyrstu 5 stigin. Þannig að kannski... Líka ekki bara, líka hugsa til það að afturhalding hefur ekki þurft að hafa neitt fyrir stigunum sinu. Það er bara þurft að koma boltanum yfir og það er orðið stig. Nú er aðeins að gíra þessu upp og klára þetta. Klára þetta með stæl. En það er líka oft erfitt að koma sér aftur í gang þegar maður aðeins bara missa taktinn. Þannig að sjáum hvað gerist. Kemur Daniela. Þessi er að vera aftur í Anniku! Boltaleginu út og fyrir aftur í Anniku en hún fær peppið, að sjálfsögðu fær hún peppið frá stelpunum. 23-24, já, hérna hér. Þetta er bara að halda fókus. Daniela aftur. Þá klikkar hann. Hún setur hann í netið. Já, hérna hér. Já, hérna hér. En aftur ánað með stelpunar. Það taka strax aftur peppring með Anniku. Og þetta er búið. Þetta slapp til. KA vinnur 25-23. En sjáiði þessa línur hérna. KA var 20-12 yfir. Og það var algjörlega með þessa hrinu. Bara algjört kæruleysi hjá KA-stelpunum. Að hleypa þessu í leiki aftur. Algjört klúður hjá þeim. Þetta er bara, það getur líka verið svo vont fyrir næstu hrinu að þá ertu búin að hleypa aftur út eitthvað aðeins inn í leikin aftur. Já. Í staðin fyrir að þú klárar þetta bara strax og þá ertu bara með þær brjálaðar hinum meginn, pirraður ykkur aðra. Já. Nú er það konið inn í leikin aftur og þær vita það, þær geta alveg. Algjörlega sammála því. Kíkjum á tölfræðina. Pála til Olmo Gómez sko með 22 stig. Hann gerði 60 í þessari þriðju hrinu. Júlia Bonet með 15, það er 4 í síðustu hrinu. Aðrar svolítið langt á eftir. Lovísa með 3 stig, Amelia, Annika og Auður alla með 2 stig. Svo kemur hjá gestunum, þar er Telma Döggins, hún átti stórkostlega fyrstu hrinu. Síðan höfum við séð minna til hennar, hún er komið 14 stig. Valdís er með 12 stig, Tinna 10. Aðrar svolítið vinna, þar Velína, Astrid og Daniela alla með 3 stig og Sunniva Björk er með 2. Daniela er með sín 3 stig úr þessari hrinu. Já, og pluss 4. stigi sem hún sleppti boltanum og lefti eftir gólfið. Já. Það er algjörlega hennar stig líka, plata blokkina. Sammála því. Já, sjáum hérna núna fjölgaði mistökunum í hrinunni. KA fær 11 stig eftir mistök gestanna, þar af 7 missettar uppgjafir. Og saman tíma skora reynda 3 Ása, en já, eins og það voru áhuga að sjá hvort að KA nái aðeins að anda. Ok, við sluppum með þetta eftir að mista niður í 1 stig. En þær alltaf eru að enda með bakið við vegg. Þær verða að vinna næstu hrinu til þess að knýja með oddarinu. Já, það eru með bakið við vegg núna og afturning veit það svo sem alveg og vissi það náttúrulega alveg í síðustu hrinu að það var ekkert stórkostlega vont og myndi tapa hrinni. Það er önnur eftir sem það er eiga inni. Einmitt. En núna eru, ef að KA vinnu þessar hrinu þá veit afturhalding að þær eru konum bakið virkilega mikið við vegg.
Já, eins og ótrúlega erfitt að lenda 2-0 undir, þá rosalega erfitt að vera 2-0 yfir og missa játarinn, sko. Það mjög erfitt, bara sérstaklega fyrir andlegu hliðina að halda því. Svo einhvern veginn, sko, svona, mér hefur fundist það á þessum 2 liðum að þegar leikirnir fara í 4-5 hrinur, þá hafi KA svona smá fórskota því að það virðast vera í alla stelpurnar í toppformi. Við vitum það að styrktarprogrammið hjá Matteo mjög gott og en svo á sama tíma líka ekki gleyma því að í afturleik eru líka stelpur sem að kunna þetta algjörlega og hafa taugarnar í svona stóra leiki þegar allt undir. Í klárlega, ég meina við erum með Telmu hérna hjá afturningu sem búin að spila á mörgum stöðum. Velína búin að vera í blaki hérna mörg ár að vinna marga titla. Ástrid búin að taka á nokkra með afturningu, Tinna hefur tekið á nokkra, bæði afturningu og Þróttir Nes fyrir mörgum árum síðan, en það eru alltaf gert áður. Einmitt. Reynslan á alveg að vera þarna. Já, en á sama tíma svo líka, þá eru þetta líka nokkrar alvöru drottningar í KA-liðinu. Þarna einhver miskilningur hjá Valdísi og Pálu og þetta ásjá Velínu. Hjá Daníelu, ætla ég að segja, ég í tómu rugli hérna. Já, Daníela komin í gang, stigaskórun varðar. Þetta vel gert hjá Júlíu og svo kemur frábær bolti frá Lovísu. Lovísa ekki fengið marga bolta í síðustu hrinum en þarna hún klár maður. Vel gert Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir. Þá kemur Amelía Ír fyrir KA. Hörkubolti, Rut með mótttökuna, svo kemur Telma. En Valdís verst þessu, bolti þá upp á Júlíu. Júlía blokkuð en boltin í leik, kemur Júlía aftur. Júlía að hávörðina út. Vel gert. Sextánda stig hjá Júlíu. Ég segi, það þarf líka að vera alveg karakter eftir að hafa verið blokkaður að fá boltan aftur og klára. Klárlega. En klikkar uppgjöf frá Amelíu. 2-2. Kemur Tinna fyrir gestina. Hjá Júlíu, boltins upp á Pálu. Pála frábærlega slegið. Tekur hálfpartinn svona fade away stökk tilbaka og laumar boltanum fram í hávörðinni. Hún svo ótrúlega hátt uppi og hún slær. Það svo erfitt að gera eitthvað í þessu. Já, hún bara hátt uppi bæði líkamlega og andlega held ég. Ekki annað hægt. Kemur KA í 3-2 hérna. Þessi bolti frá Júlíu rétt út. Hárrétt metið hjá þeim Tinnu og Rut. KA klikka 2 uppgjöfum hérna í upphafi 4. hrinu. Amelía á Lovísu en Valdís með frábæra blokk hérna. Amelía velur Pálu. Pála frábæra slegið enn og aftur og Valdís bara hvað á ég að gera móti þessari konu. En það finnst mér Pála líka að bíða svolítið með slegið þannig að hávörðin á leiðinni niður og það frábælega. Já, hún slæðir svolítið seint, það getur truflað blokkina aðeins.
Þetta er frábærlega gert hjá gestunum og hvað á net á KA-liðið. Sjáum þetta aftur hérna. Já, hann rekast aðeins í netið þarna og afturræting komið 5-4 yfir. Telma á fyrir gestina. Pála með móttökuna, þeir missa hann yfir og Hattis fá bras. Velína næri ekki að refsa. Káa stýr það vörn í sótt, kemur boltinn að Pálu. Það er að teygja sig í þennan, situr hann eins og var yfir. Kemur svo Velína, slæði línu, en Amelia með allt á hreinu. Svo kemur Pála með laumu og skorar. Það er ekki oft sem þú laumar og skorar á Rut, en hann gerir Pála. Þetta var vel gert hjá henni. 25 stig hjá henni. Hún er hvergi niðri hætt. Pála er búin að eiga stórkostlegan leik í dag. Já. Afturning hefur aðeins náð að halda Júlíu niðri. Já. En Pála hefur bara stigið upp í staðinn. Já, hann náði að loka svolítið á hann í fyrstu runni. Það skoraði hann að gesta bara 4 stig. En síðan þá er Pála búin að leika við kurlum fingur. Sjáum þetta flottur Einar frá Valdísi. Einar frá gesturum en KA-liðið seinar á móti. Og því fór sem fór. Æja, kemur lauman frá Amelíu en Rut búinn að lesa þetta. Auður kannski smá að fylgja sér þetta, setja boltann yfir. Og fyrir vikið refsa gestirnir. Valdís Unnur Einarsdóttir komið 15 stig. Hún er búin að skora mikið í þessu leikjum, sérstaklega þessi miðja. Hún skorar 14 stig í fyrsta leiknum, skorar svo 15 í leik 2, komið 15 núna. Það er vel gert hjá miðju. En talandi að skora. Vel slegið hérna hjá Pálu. Þeir herfuðu boltið að slá sem kemur svona aftan frá. Og þetta tíma setjaði virkilega vel og hún gerði það. Virkilega vel slegið hjá henni. Já. En hún segir eiginlega saman KA-liðið eins og ég sagði við afturningu eftir fyrstu rinnu. Það þurfa eiginlega fleiri að stíga upp. Því að þó að Pála sé búin að vera algjörlega stórkostleg þá er erfitt að vinna blak líka á einum leikmanni. Hérna kemur Tinna með gott stig. Já. Hún er að tinna sig betur og betur. Þarna smá hafla, þarna smá átti smaður upp fyrir. Og þá klikkar uppgjöf frá Valdísi. Já. Það er greinlegt að spennustigið er rosalega hátt núna. Já. Það er alveg bara... Það er spurning svolítið hvort liðið ætlar að springa út. Þau eru bæði svolítið að... er ekki að spila á sínu hæstu getustigi. Nei, en það ég segja, þessi leikur er algjör leikur og hérna kemur frábær ás. Auður Pétursdóttir, sjáum þetta aftur hérna. Átta hér og aftur kemur Auður. Aftur kemur hörkubolti frá henni, það missa hann yfir. Amelia setur hann á Júlíu. Júlía, en er að missa hann yfir. Og enn og aftur er Daniel að gera vel upp í netið. En frábært svar. Júlía Boney með 17 stig. Sjáum að Rut er eiginlega á straujum tilbaka. Þarna kannski ekki alveg komin í stöðu. Hún er ekki að stoppa hennar bolta en vel slegið hjá Júlíu. Já, boltinn upp á Tinnu. Tinna, vá, þetta gerir hún vel. Já.
Hafnar í 9-9. Þetta ætlar að verða áfram stál í stál. Valdi spilar upp á Júlíu. Fínn bolti frá Valdísi en Rut verst þessu. Astrid setur hann yfir. Amelia reynir að lauma og skorar! Ísköld þarna. Það er vel gert hjá Amelíu. Já, þær vörðu lauminu frá henni áðan en ísköld þarna og skorar mikilvægt stig. Kemur KR 10-9. Mér finnst að lauma alltaf að vera tvöfalt. Vel bjarga þarna. Amelia. Pála með single block en vel staðsett hún Tinna þarna. Og í kjölfari skorar Velína. Samt aftur hérna frábær vörn hjá Tinnu. Og í kjölfari kemur þessi bolti frá Velínu á afturlínunni og Annika nær ekki að stýra þessu. Það verður ekki að verðast þess að segja. 10-10. Kemur Tinna í uppgjörna fyrir gestina. Gottur bolti, fín móttaka hjá Pálu en Lovísa setur hann í netið. Þetta var ekki tímabúndurinn hjá Amelíu að spila Lovísu, ekki akkurat þarna. Nú erum við að bíða eftir að fá betri bolta framspil til að nýta Lovísu. Það er svona spurning hvort það sé kannski eitthvað sem að reyna að koma miðinu meira inn í þetta. Við höfum ekki séð mikið miðspil að káa þetta. En vá, þetta var alvöru blokk. Ekki Telma með þetta. Sýndist að Kemur Tinna aftur fyrir gestina, 2 stiga munur. Valdísi sem er fína móttöku, boltinn upp á Júlíu. Júlía með flottan bolta og þær systur ná ekki að stoppa þetta. Kemur Júlía Boney fyrir Káa. Bolti og móttaka og þá klikkar Astrid að miðjunni. Astrid og Lovísa með svipaða bolta hafa núna. Kemur Júlía. Boltinn upp á Astrid og Astrid er að svara fyrir sig en frábærlega gert hjá Valdísi og kemur Pála til Olmo með laumuna og Velína ítar hún yfir. Káa þarf að nýta sensi núna. Amelia upp á Pálu. Pála frábærlega slegið hjá Pálu til Olmo. Gómez. Já, hérna hér Pála til Olmo, þvílíkur leikur hjá henni, 27 stig. En þá klikkar ekki hjá Júlíu og við erum aftur í jöfnuleik 13-13. Já, þetta er ekki vanlegt sjá þetta á Júlíu, þetta er önnum klikka ekki á henni þessar sinnu. Já, einmitt. Sjáum hann yfirleitt ekki klúðra, mörgum ekki. Nei, hún er yfirleitt mjög örugg. Kemur Lovísa, hún er að íta sem bolta yfir, sensin að gesturinn kemur Telma laumar og hann er nákvæmlega enginn. Ég skil Valdísi mjög vel að vera aftalega þarna því að yfirleitt slær hún fast, hún Telma. En vel geta Telmu að sjá þetta. Önnur lauman hjá Telmu í leiknum. Kemur aftur líka 14-13. Upp á Pálu, Pála er að lauma en Astrid er ætti undir og kemur Telma og nú lemur hún beint í gólf.
Telma minna aftur á sig. Búið að fara að minna fyrir henni í hrinum 2 og 3. Það er svona alltaf að komið 17 stig í leik þess að láta lítið fara fyrir þér. Amelia upp á Júliu en boltinn það framalega, hún var að reyta hann yfir. Kemur Telma og ítar hann líka yfir og Amelia spilar upp á Pálu. Pála af hávörðinni en Astrid reddar þessu. Erfið bolt, þetta er búið á KF stigið. Sjáum hann að alls konar vandræði þarna í nauðvörninni hjá gestunum og KF fær stigið á endanum. Æja, nú eru komin á hann kafla að stiginn fara að skipta máli. Eins og einhver maður sagði. Já, nú fer þetta að skipta alveg máli. Kemur Lovísa. Fín móttaka Daniela upp á Valdísi og Valdís bombar boltanum í gólfið. Já, vel gert hjá henni. Ég segi, þegar sólinn skín, það vilja þetta Valdís. Það er bara þannig. Og talandi Valdísi, frábær móttaka hjá henni. Og missa boltan hérna yfir gestirnir. Amelia velur Pálu. Pála, frábær bolti. Þarna voru ekki vissar í hávörðinni. Og Pála nýtir sér það. Sjáum við aftur hérna. Frábærlega gert. 28 stig hjá Pálu til Olmó. Og ekki láta ykkur bregða þá myndi skora Ás núna. En nei, Rudd var með þetta. Boltanum yfir, nú er séns. Og það er Auður nokkur Pétursdóttir. Ánægð með Amelíu þarna eins og búið að vera erfitt að spila miðjuna meira inn í þetta. Þetta fær hún fína bolta, hún nýtur miðjuna og Auður klárar. Einmitt, ég skal nú viðurkenna samt að ég er ekki viss ég hef spilað á miðjunni í svo stöðu. En vel gert í Amelíu, það þorði þessu. Já, kannski ástæðan þú ert ekki uppspyrari. Það gæti verið. Kemur lauma frá Daniel, þetta var svona frekar fyrirsjónlegt. Og Daniela spilar þá á systur sína sem að laumar en Annika með þetta og Pála reddar og Júlia kemur svo yfir. Daniela setur hann upp á Einar á Valdísi og Valdís skorar. Stig hjá Valdísi Unni Einarsdóttur. Já, hún er búin að vera mjög góð í kvöld. Já, hún er komið 12 smarstig og 5 blokkir, það er hrikalega vel gert. Þessi bolti og uttalega frá Velínu. Káa 17, afturredding 17. Þá kemur Annika Snædís Gautadóttir fyrir Káa. Flottur bolti frá henni, mjög góð móttaka hjá Rudd og hann náður ekki alveg að tengja Daniela og Valdís og Káa fær sinn tilbaka og þetta er touch og Káa skorar. Júlia Bonei Carreras. Hún með 4 stig hérna í þessari 4. hrinu. Lík veisla sem þessi leikur eftir að vera. Annika aftur. Þetta er á Tinna blokkuð en hann dettur í gólfið. Þannig er langt í Pálu. Pála þurfti að vera aðeins nær þarna. Já, það er spurning hversu vel slegið hjá Tinnu þarna, slær í hendurnar á Auði sem er aðeins fyrir ofan hendurnar á Amelíu og þá dettur hann niður á milli þeirra. Ja, þá kemur Valdís. En nafna hennar verst þessu, svo kemur Pála til Olmó, setur hann ekki yfir. Vissulega ekki þægilegasti boltinn heimi fyrir Pálu en hún viti
manna besta og koma þessi bolta allavega yfir. Komið smá þreytumerki í bæði lið. Já, skiljanlega og kannski sérstaklega hjá leikmann eins og Pálu sem búið að gjörsamlega bera Sóttarleik K.A. uppi núna eiginlega bara lungan á leiknum. En gerir þetta eins og frábælega. Kemur svo Júlía með alvöru neglu og þar að bjarga þessu. Frábær karakter hjá gestunum, kemur Júlía aftur, Júlía með neglu og klárar þetta núna. Gott stig hjá Júlíu sem kom með 20 stig í leiknum. Jafnar heitir 19-19. Auður Pétursdóttir. Fyrir K.A. Flottur bolti, Tinna sem fína með ótöku og svo kemur Telma af hárninni en Júlía nær að halda sig gangandi. Krefandi bolti fyrir Telmu. Júlía ætla að segja, hvað gerir hún í þessari stöðu? Þetta einhver þrengsta staða sem ég sé bara lengi sem að einhvern nær að skora úr. Virkilega vel gert hann hjá Júlíu. Og svo nauðsynlegt. Já, þetta var alveg júlíilegt hjá henni. Þetta var júlíilegt hjá henni. Spurning hvort að K.A. sé ekki með þarna Red Bull á bekknum eða eitthvað. Ég ætla rétt að vona það. Það þurfa eitthvað smá orkuskot. Nóg á sykri. Já, þær eru með KitKat og súkkulaðirúsinur og ekki hvað og hvað. Já, þetta er svona old school. Já, þetta er vel gert. Súkkulaðirúsin í bóði góðu. Já, ef það var að góður í blækið þá ætti að fá þér súkkulaðirúsinu frá góðu. Ég fullir það að góða og stefna bjóða upp á næsta leik. Hann lítur að vera. Ég trúi ekki að við fáum áttaleik hérna. Já, þannig þurfum að gera símtal eftir þessu útsendingu. En þau kom aftur, enn og aftur snillingunum í stefnu fyrir það að bjóða upp á þessa útsendingu hér á YouTube. Ríkala gaman að geta búið þetta leik hérna fyrir ykkur öll. Já, 20-19, enn og aftur allt í járnum á lokasprettinum. Rauti í vandræðum hérna, en Daniela enn og aftur nær að gera fínt upp fyrir netið. Og hér náðar að redda þessu, kemur svo Tinna. Slæðir línu en Pála verst þessu, þetta Tinna, Pála á frábærum stað. Daniela upp á systur sína sem komin aðeins svo nálægt og hún þarf bara að setja hann yfir. Amelia upp á Júlíu, Júlía laumar en Telma búin að lesa þetta. Tinna svo hinum megin af hárinu og skorar, jafnar í 20-20. Já, þessi lauma frá Júlíu þarna og Telma búin að lesa hana fyrir svolítið síðan. Og það snúa svo vörn í sókn og Tinna skorar 14. stigið hennar. Góð barátta hana, beggja vegna. Það vita hvað er undir. Heldur betur Daniela. Bolta Pála með móttökuna. Valdi spilar upp á Júlíu. Júlía, núna lemur hún. En Rut klár. Þarna ætlaði Daniela að endurtaka leikinn frá því áðan. Nú datt hann afturlendingamegin. Sjáum við aftur hérna. Já, hún ætlaði svo að taka boltan, maður vildi bara ekki fara í netið. Gæti verið. Það var erfitt að ná þessu. Já, kemur Amelia Ír fyrir K.A. Hún getur sótt. Og kemur svo Tinna með hennar bolta. Hann fyrir sem var út, ekkert touch. Nei. Sjáum við aftur hérna. Þessi bolti bara úti. 22-20. Þetta er staða sem við höfum séð áður í svona leik. Þessi Tinna, það vita allar hvað þessi Tinna er rosalega mikilvæg. Það eru bæði lið dauð uppgefin. Og ef að K.A. vinnur þessar Tinnu, þá er það svo mikið auka kraftur sem færð úr því. Algjörlega. Og það getur verið virkilega erfitt fyrir Aftureldingu að koma það tilbaka í 5. rinnu eftir það. Þannig að Aftureldingu veit að það þurfa nauðsynlega að vinna þessar rinnur. Algjörlega, eins og ég sagði ekki á það. Mér finnst það svona gegnum gangandi í þessu löngu leikjum hjá liðunum eins og þannig að K.A. hefur sýnt að þær eru að virðast í aðeins betra standi og það hefur helling að segja ef að leikirnir verða langir en skulum við svo ekki taka neitt af Aftureldingu.
þær hafa ansi ofta með Káa upp á síkastið, snúið svona stöðu sér í vil og klára hreinu. Já. 22-20, Amelía Ýr Sigurðardóttir í uppgjöf, setur hann í net. Borga með þjálfara stig hérna með leikliðinu. Það er svo mikið Amelíu. Þarna hefði verið nóg að koma bara boltanum yfir netið. Já, en á sama tíma ábyggilega smá pressa á henni að einmitt sækja eins úr uppgjöfunu síðan því hún með góðar uppgjafi þegar það heppnast hjá henni. Jæja, Amelía upp á Júlíu, Júlía blokkuð, en Amelía nær að redda þessu en Setjum minnstu hérna hugsunina á bakvið hvað Elín ætlar að gera og vill frekar leyfa henni bara að slá. Já, en líklega eins og segir eru boltin að fara á Telmu núna. Það fer boltin beint á Telmu en frábær vörn hjá Amelíu, hún getur ekki að varist, kemur svo Júlía en fínu vörn hjá Daníelu, hún voru uppspyrjandi sem að eiga að verja, aftur Amelía, vel gert hjá henni, kemur svo Júlía og hún svarar á Daníelu og skorar. Já. Þeir virðast vera með svipaðar pælingar þeir Matti og Borja setja á Júlíu eða Telmu og það er að setja hann á uppspyrjaran. Kosturinn hjá Káa núna er að þó að Júlía sökunni afturlínu, það eru ennþá með Pálu frammi. Já. Æja, Daníela upp á systur sína sem er blokkuð. Júlía hefur nægan tíma. Bolti svo upp á Pálu. Pála setur hann út. Og við erum í jöfnum leik 23-23. Gleymum því ekki að sigri Káa þessari hrinu, þá er að fara í Odda hrinu. Sigri afturhendingarleikurinn búinn. Já, Sunneva er búinn að skora 2 ásar sem stríkur að nesrinum. Það gerir hann núna. Stríkur nesringin en núna verðast þær. Kemur Pála. Pála með hörkubolta og hann er út! Pála er að skora. Virkilega mikilvægt stig hérna hjá Pálu. Já, en ég ætla líka að segja þeirra boltinn strauk nesringin að Sunneva var að fara að skora 3. ásinn af nesrinum. Já. 24-23, Lovísa röð fyrir Káa. Káa með næsta stígi, klárar hrinuna, annars er við að fara í upphækkun. Kemur Lovísa. Og hann streikur í eftirringin og smá brasa á þeim en komum við yfir. Fint, rólega núna. Já, Amelía á Pálu. Pála blokkuð. Valdís er að knýja fram upphækkun með enn einni blokkinni. 5. blokkinunnar hér í dag. Man sér það á Pálu, hún er alveg gjörsamlega búin á því. Já. Kemur Daníela, nei, Telma ætlaði að segja, Telma fyrirgeði, hún setur boltan út. Ekki var hann langt út en úti var hann. Þá kemur Pála del Olmo Gómez, hún þarf að finna einhver kraft hérna. Káa gerir breytingu. Já, það er þessi
klók skipti hjá Matti og hendur Heiðrúni inn fyrir Anniku. Fá meiri hæð í blokkina. Það er aðeins að hæðast að þeim hann að Pála. Rudd missir hann yfir. Sjáu þið, hún er að gogga í boltanum Daniela og skorar 25. 25 aftur er upphækkun. Strandlags taktar hérna inni. Það vita það allir að Strandlagi byrjar ekki fyrir en eftir öldung og það byrjar óvenju seint í ár. Já, máli spara þetta. Já, Steinunn Guðbrandsdóttir komin inn á. Já. Fyrsta snertingin hennar í dag. Uppgjöf í fjórður hinnu. Í upphækkun. En enga sér flott boltu frá henni, svo kemur Auður Pétursdóttir og það er ná að redda þessu. Aftur kemur þá Amelia, setur hann á Júlíu og frábær vörn hjá Rudd. Góð boltan yfir og þá kemur Pála til Olmo af hávörðinni. Rudd enn og aftur að verðast vel, kemur svo Telma hinum megin. Pála með vörðina, einhvers staðar er kraftur í Pálu og í kjölfarið kemur hávörð en boltinn er út. Hann er dæmdur úti. Hann er dæmdur úti af hávörðinni þessi bolti. Já, ég er eiginlega viss það að Heiðrún hafi líka komið við boltan. Já. En svo erfitt að sjá að þetta gerð svo hratt. Ég var eiginlega til í að... Við höfum tíma í endursýninguna almennilega. Sjáum við aftur hérna... Nei, fyrir ekki, við þurfum að sýna aftur hvað er að gerast í leiknum. Áfram með smjörið. Kemur Tinna með hennar, boltan er út! Og K.A. tekur hrinuna 27-25! Já, hérna hér, við erum að fara í Oddahrinu! Við erum að fara í Oddahrinu! Herru, ég ætla að fá endursýningu af þessu 27. stíi hérna. Hérna sjáum við þetta. Gerist hægt hérna, kemur Amelia boltan upp á Júlíu, boltinn, hann er inni að mér sýnist. Hendir það? Ég sýndist Heiðrún er nú það. með löppin alveg á línunni. Erfitt að sjá þetta. Sjáum þetta aftur hérna. Kemur Júlía. Á, mér sýnist það vera inni. Já, kannski. En kannski, átti K.A. kannski smá inni. Það var búið að vera... Já, það var aðrið áðan sem fjalla afturmingum meginn, og er þetta okkar meginn, þannig að... En hvað ætlar að segja þessa tímalínu í fjórðu hrinu? Þetta var svakaleg hrina, bara frá byrjun til enda. Það var jafnt á eiginlega öllum tölum og K.A. vinnur svo endan með minnstamun eftir tvöfalda upphækkun. Ég veit ekki hvað að segja sko, en ég bara hálfgert vorkenni leikmönnum, öfunda á sama tíma. Bara þvílík bugun sem er á öllum inn á vellinum. Þetta er svo aðdáunarvert að gefa samt allt í þetta áfram. Já, og... Gefa ekki neitt eftir. Sko, talandi þetta eiga kannski lítið eftir. Pála til Olmo Gómez sem komið 29 stig, skora samt 7 stig í þessari fjórðu hrinu. Já. Það er spurning hvað við getum notað hana mikið lengur af því að hún virtist vera orðin hálf örmagna á vellinum. En ef það er einhver sem mun píta á jaxlið þá er það Pála. Júlía Bonet líka búin að vera mikið að mæða henni, komið 24 stig. En á sama tíma var Amelia aðeins að spila meira á miðju þetta núna. Lovitsa skorar stig á miðjunni og Auður 2. Já, og bara... Þetta er bara hörkuleikur og ég veit að bæði Júlía og Pála munu gefa allt í þetta. Ég veit að þetta er bara 15. Þetta er bara hálf hrina. Þú verður bara að gefa allan í þetta. Það er ekki að gefa sneitt upp. Þú mátt ekki slaka á í byrjun, en þá er bara hrinna búinn. Þannig að þær munu gefa allt í þetta og miðjurnar hjá okkur, þær vita það. Þeirra markmið í dag er að blokka.
Það er ekki að smassa, heldur að blokka. Já, ég... Já, kíkjum þetta, það sem ég kannski helst aðtekla á mér er að Telma er ekki lengur stigaðast hjá þeim því að það er búið að mæða lítið eða á Telmu í síðustu 3 hrinum. Það er spurning hvort að hún sé orðin smá þreytt eða hvort það sé bara eitthvað skipulega að reyna að nota hana minna. Það er að spara hana fyrir Odd. Já, kannski ég vissi það myndi fara í Odd, en já, kíkjum ástuð á tölfræðinu hrinunni. Sjá að Káa skora 17 smasti gegn 11. Er samt að gera svipuð mikið af mistökum, þannig að sjá það, þannig Káa einfallega bara að kreista allt hvað geta úr sóttalínu sinni sem er þá aðalega eins og segja Júlía og Pála. Búin að vera stórkostlega báðar í kvöld og þetta er bara frábært að horfa á þetta og svo að Valdís Unnur hjá Aftureldingu, hún er komin með 18 stig. Það er ekki eðlilegt að miðja sig með 18 stig í blakleik og svo líberóarnir báðir Valdís Kapitola og Rut búin að vera alveg stórkostlegar allan leikinn. Leikurinn byrjaði uppgjöf hjá Rut, góð móttaka og Afturending verst, kemur gratisbolti yfir og kemur Júlía í blokkina. Rut tekur hann, kemur Tinna, fastur bolti, góð vörn hjá Anniku þarna. Pála, góður bolti. Og, aðja, ferðast þessu, kemur svo Júlía innum með og ítir í hórtina og yfir. Alvöru fyrsta stig í oddmaður, ha? Það eru allir alveg búinir á því á vellinu, en það verður að gefa allt í þetta Gústi. Já, hérna verður svo myndaðilum fröðis á hann, en ég stökk til þess að laga það. Það eru allir gjörsanlega á nálum hérna. Kemur Amelia Ír. Bolti og þetta er ás! Amelia Ír. Þetta er tímapunkturinn til að skora ás, það er akkur núna. Heldur betur glæsileg. Stendur undir nafni, ég er búin að kalla hana ásadrottningu allan vetur. Það gerir hún mjög vel, hún Amelia. Komið 2 ása í dag, ása hæst á Káa-liðinu. Önnur góð uppgjöf, það er bjarga þessu. Kemur Telma, hún laumar, góð vörn hjá Amelíu. Valdís spilar á Júlíu og það er í blokkina niður. Vel gert þarna, þetta er vel gert. Já, Júlía er að ná að klára sitt hérna núna í oddarinnunni. Virkilega vel gert hjá Valdísi hérna að ná að spila boltanum á Júlíu og erfiðri stöðu. Já, mjög góður bolti. Stýrilega baki í Júlíu. Tók hann 3 hringi á leiðinu held ég. Þá klikkar Amelia og Afturending komið þá á blað hér í oddarinnu. 3-1 Káa, gleymum því ekki að oddarinn er upp í 15. Þannig að það má eiginlega segja að oddarinn að byrja strax. Það er ekki eins og hinnar sem byrja 15. Hún byrjar strax. Já. Það má ekki gefa neitt eftir. Hún kemur Tinna fyrir Afturendingu. Já. Fín uppgjöf, góð móttaka hjá Pálu þarna. Já, og fær boltinn í kjölfarið. Vel gert þetta Daníelu. Smá misskilningur, gratisbolti yfir. Káa nýta sér boltinn upp á Lovís og Lovísa skorar! Eða hvað, dæma, nei. Þeir dæma net. Káa minna að sé hinum megin. Sjáum þetta aftur hérna. Ég held að þetta sé rétt að sé Lovísa sem fyrir netið. Hún viðurkennir nú allt, en hún vildi ekki viðurkenna núna. Ég kannski skil það líka. En ég held að þetta hafi verið ekki nema aftur hafi verið fyrst í netið. Það var klálega sterting frá Lovísu líka. Kemur Tinna afturinn getur jafna netin. Valdís missi boltan í gegnum fingur sér. Það er svo rólega þarna Valdís. En ég veit að hún mun gera betur næst. Já, þetta lítur alltaf illa út þegar þetta gerist, en það er auðveldara að þú heldur að láta boltan skrúfast gegnum hendurinn á þér. Já, hún tekur hann örlítið og seint. Já, er hægt á að gera mistök. Þetta gerir hún betur, boltinn upp á Pálu, Pála til Olmo, Pála!
Morgin á kemur svo Telma, já, Annika vel staðsett þarna, boltinn upp á Pálu aftur, Pála kreistir út, auka kraft. Hún gaf allt í þetta sem hún átti. Já, hérna, hún er komin með 30 stig. Kemur KA í 4-3. Kemur Júlía klikkaði aðeins í uppgjöfum á hann. Má ekki við því núna. Þetta er svona vel gert hjá hann, en líka mjög vel gert hjá Tinnu. Góð vörn svo hjá Amelíu í kjölfarið og svo í kjölfarið skorar Júlía. Núna eru leikmenn farin að gera svona aðeins mistök sem þú beist ekki við það venjulega. Nei, allir þreyttir, finnur staðnir í löpunum, það er eðlilegt. Já, og líka bara spennustig, það fer ekkert hærra en þetta. Þannig að nú snýst það allt hvort liðið nær að kreista meira úr sinni stöðu. KA í sóknarsens, þetta kemur boltinn á Pálu, Pála ýtir honum og frábær vörn hjá Tinnu. Kemur svo vel inn að hún ýtir honum yfir, aftur sensin á KA, Amelía upp á Lovísa en Rut tekur hann, Telma orðin þreytt og ýtir honum út þarna. Sást það bara, þetta voru erfið skref á henni. Það voru rosa erfið skref. Já, Daníelu líka alveg að verða búinn á því. Já, og fyrir vikið það ýtir hún meira undir boltan, þá fer hann svona langt og KA komið í 6-3. Já, nú er pressa á Vatnsberanum. Já. Þetta smá pre-workout út í vatnið, fulla ferð. Spurning hvort að gamla góða Unbroken gerir sitt núna, það ætla að pressa á þeim að vera styrktarlagi deildarinnar. Það hljóta að fá sér eina Unbroken beint eftir leik. Já, ég bara einn dúmp bara. Já, ég meinti það. Já, en sjáum við að KA búa skora 103 stig, aftur 101 og KA búa að skora 53% af sínum stigum úr smössum, aftur 44%. KA gert fleiri mistök, það er 1/4 af stigum afturringar er mistök KA liðsins, 17% af stigum KA eftir mistök. Þannig að sér það, KA er að sækja meira og kannski eðlilega það gerir líka fleiri mistök. Klálega. Það er bjargað þessu samt. Frábær björgun hjá þeim, þarna hefði einhver bara mistað af þessu. Og það aftur er að bjarga, vel gert, og þessi bolti endar út! Ég ætlaði að fara að rauna yfir Júlíu og láta fara, enda sendir hún skilaboð á Matti og vinsamlegast ekki segja orð. Spennustig er hátt, það er hátt, Gústi. Já, og ef það er eitthvað, þá held ég að sé að þær er að vera inn á vellinum, heldur en að vera þjálfarinn. Það er svært að vera að stýra svona liði og get ekki gert sitt inn á vellinum. En það kemur Velína, hann blokkuð, en blokkuð út, þannig að Velína fær stigið. Þetta er hvergi nærri búið og kemur Valdís, er það núna sem hún kveikir á ásönum sínum? Nei, hann er út og hann er langt út. KA leiðir þá 8-4 þegar liðin skiptir matarhelming. Eins og ég ætla ekki að segja að þetta sé búið, en KA-lið er klárlega að byrja Oddarhraunu betur. Klárlega, og þetta verður bara erfitt verkefni fyrir afturhendingu. Það eru allir búinir á því og er að koma með svona forskot að þú getur aðeins leyftir svona, þú þarft ekki að hafa eins mikið fyrir hlutunum. Getur bara tekið rólega og reynda að koma boltanum yfir og látið afturhendingu sækja. Það eru svo þreyttar að gera fleiri mistök. Já. Sjáum það, afturhending búið að gera 3 mistök í Oddarhraununni af þessum 8 stigum. KA vísir 2 líka, þannig að bæði lið að gera mistök. En afturhending sem hefur verið að gera færri mistök í leiknum. Þetta er ekki tími til að byrja því að fjölga þeim.
Lovísa Rut fyrir Káa. Káa vantar 7 stig til að klára þetta. Góð uppgjöf. Já, Tinna sækir hann og Velína setur hann yfir. Sénsinn á Káa. Amelia á Pálu. Pála finnur kraftinn hérna. Svo kemur Velína. Velína á. Þarna bakkaði auður úr hávörðinni. Annika hoppar seint. Boltinn skrúfast þarna af hávörðinu út. 7. stig hjá Velínu Apostolóvu. Þá komið að Thelmu Dögg Gretarsdóttur fyrir gestina. Flottur bolti, þetta ásjá henni. Þetta getur hún svo sannarlega. Já, þetta var gert hjá henni. Spurning hvort að Káa-stelpunnar megi taka skeiðið fram þegar sjá hana kasta. Hún fer ekki fullum krafti, þannig hún bara horfinn og skrúa hann eitthvað. Já. En þau veit að standa hérna uppi og segja þetta. Það rosa erfitt niður á velli að reyna að ákveða hvað gerur svo ef hún gerir fast. Algjörlega, svo það líka kannski, það líka eitt að hafa yfirsýnin yfir völlin svo við höfum. Að blekkir þig aðeins þegar þú dýftinn á vellinu þú stendur inn á honum sjálfur. Gerir það sko. En ekkert stress. Káa með fórustuna 8-6. Bara rólegar. 1 stig einu. Já. Guð minn góður, þessi leikur heldur betur búin standur nafni sem alvöru blakveisla. Ég held að ég sé búin að auglýsa alla síðustu leiki þessari liða sem blakveislu. Hvað gerir Thelma núna? Já. Það kemur hún. Setur hún í netið og skrúfast yfir. Og Káan að redda þessu. Júlía yfir. Og Sénsinn á gesturinn Daniela. Setur hann á Astrid, en Astrid nær ekki að klára þetta, kemur svo Pála í afturlínu, Tinna verst þessu, kemur Thelma og vel gert hjá Valdísi, boltinn á Júlíu í afturlínu og ákveður vel gert hjá Thelmu í afturlínu. Frábæra varnir, þið sá eins að það er kannski alveg fullu kraftur í þessum smössum. Kemur gratisbolti yfir. Já. Kemur Amelia upp á Júlía laumar en Velína búin að lesa þetta, kemur Tinna í afturlínu og þá er að Valdís sjáið liðin eru gjörsamlega búið með orkuna og það er frábært að redda þessu Astrid, kemur Pála í afturlínu en henn er að verjast, þetta er svakalegt rally. Pála vest þessu missir hann hins yfir, Daniela upp á Astrid af hávörðinni, Amelia laumar og hvað endar þetta? Komar aftur yfir, Amelia upp á Júlía ítir, Daniela þá á Velína af hávörðinni og frábært vörð á Júlíu, kemur Pála í afturlínu og Pála! Það var inni! Já, dettur inn! Þetta var rally upp á 1 mínútu og 20 sekúndur. Þessi bolti dettur á línuna. Þetta er lengsta rally sem ég man eftir við byrjum að taka upp tíman á rallyunum. 1 mínúta og 20 sekúndur. En þú sér það líka eins og segja á smössum leikmanna, krafturinn er svolítið búinn. Það er bara að vera að koma boltanum yfir, gera ekki mistök. Nú snýst það allt það einmitt að bara standa sína plikt og ekki gefa af sér óþarfa mistök. Hvað er Borja að setja út að núna? Það var að setja út að Amelia hafði laumað inn í netið, það er allt í góðu, hún var í afturlínu eftir, hún var ekki yfir strengnum. Já, nei. Ég get alveg lofa ykkur því. Á þessum tímapunkti leiksins þá er Amelia ekki með hennar yfir strengnum alltaf stilu. Já, hérna 6-9 fyrir Káa, kemur Pála til Olmó. Góð uppgjöf. Já, kemur Velína með hennar bolta sem að Annika tekur. Amelia sækir hann, setur hann á Pálu, Pála blokkuð, Pála tekur hann aftur en nær ekki stýra hann betur. Afturredding, minkar það aftur í 2. Velína Apostolóva komið 3 stig í oddahrinunni, sú er að stíga upp þegar mest á reynir. Þá er hún tekin út af steinun inn í uppgjöf fyrir hana. Spurning hvort að Borja ekki að hlusta meira á Káa TV. Greinilega ekki með statsi frá okkur.
Það getur verið gott að fá ferska lappir inn. Já. Steinun setur hann yfir og smá brasa á móttökunni, hann ná að redda þessu og rúmlega það brasa á gesturum og það dettur í gólfið. Júlía Bonnen skoraði úr þessu. Sjáu þetta aftur alls konar vandræði að káa liðinu þarna, en þessi boltur á Júlíu algjörlega magnaður. Þetta getur hún svo vel, hún svo góð í þessu að stýra á boltanum. Þetta svo vel gert hjá henni. Algjörlega geggjuð. Svona tímapunkti í leik, svo hvort bara kom boltaninn á völlinn, þá getur verið rosa gott að geta haft góða stjórn á honum. Algjörlega kemur Annika og góð bolti á Rut, þarna Tinna hinum megin. Tinna setur hann út, ekkert touch. Já, blokk, touch. Jó, ok, þetta er þessi. Amelia viðurkenndi það strax. Ok, það er gott. Jó, ok, ég sé það núna. Alltaf touch alltaf að segja. Aftur tveggja stiga munur og Sunneva í uppgjöfinni fyrir gestina. Það gerur það núna. Ekkert neðstrengstótt núna. Kippa boltan bara beint upp á Júlíu. Júlía boltan á Sunnevu sem nær að redda þessu. Setur hún svo yfir. Það var Káa að nýta sér þetta. Amelia upp á Júlíu. Júlía með hörku bolta en Belína með alvöru vörn. Amelia þá upp á Júlíu. Júlía laumar með þá línu og þær í alls konar vandræðum. Kópar svo endanum yfir. Amelia aftur. Sótt hann ekki Káa mikil. Kemur Júlía og ekki náður að redda þessu. Þvílík barátta samt Gústi. Þær eru út allt, þær eru bæði lið að hafa svo mikið fyrir þessu. Já, þetta er bara nákvæmlega sem við viljum sjá. Afturningar út allt gólf, það eru allar í jörðinni að skríða eftir boltanum. Þetta er svo mikil barátta. En það séu það að sótt hann ekki Káa svakalegur en þurfa að hafa rosalega mikið fyrir hverju stíi. Klálega og það tekur mikið á fyrir bæði lið. Já, kemur Auður Pétursson fyrir Káa, þessi langur og hann er út. Þarna hefði Telma alveg mátt fá hann í sig. Hann er svo jafn á þá baráttu. Það er eins og það er 11-9. 11-9 fyrir Káa hér. Daniela Grétarsdóttir fyrir í uppgjöfuna. Sleikin eftir enginn en Júlía með alvöru móttöku. Og kemur Júlía sjálf hérna. Jæja, fín hávörð og gesturinn kemur Tinna lemur hennar bolta. Pála reynir að verðast þessu en það er engin bolta 2 og Tinna er að skora hér sitt 17. stig í leiknum. Hún er búin að vera bara stöðu í sínu leik, hún er að skipta sig fínt milli hrinnana. Búin að vera fínt leikur hjá Tinnu. Já, og þessi þetta sérstaklega í vörn er hún búin að vera eiga nokkra alveg mögnuð tilþrif. Og þá klikkar uppgjöf hjá Danielu, hún er kannski uppgefin. Þetta var allavega uppgjöf. Þetta var uppgjöf fyrir Káa. Káa 12, afturlík 10 þegar Borja tekur leikhlé. Veit það náttúrulega að Amelia er stór hættuleg í sínum uppgjöfum. Er þetta ekki hans seinna leikhlé í hrinnu þá? Jú. Þvílík spenna Gústi, hann munar 2 stigum. Við erum á oddarhrinnu, 12-10, Káa í vil. Já, sko, við skulum ekki afskrifa það að við séum að það fara í einhverja massífa upphækkun. Það gæti alveg komið núna 1 stig. Já, það var reyndar ekki nóg. Það var reyndar ekki nóg, en nú er pínu að duga að drepast fyrir bæði lið. Já, algjörlega. Og þú sér það, allir leikmenn eru gjörsamlega búnir á því. Þú snýst það bara hver hefur hausinn í þetta. Bæði lið með sína bestu framlínu núna frammi. Káa með Júlíu, Pálu og Lovísu. Afturhending með Telmu, Valdísu og Tinnu frammi. Já, það er alvöru veisla framundan. Þá klikkar reyndar Amelia setur boltann út. Þessi ætlaði aldrei að stoppa hjá henni. Nei.
Afturhending. Hiti í húsinu. Já, kannski taktist hjá hann að fá Tinnu úr framlínunni. Já. Þeir eru ekki hrifin þeirri taktík. Æja, kemur Tinna. Hún skorar! Setur hann milli Valdísar og Pálu og þessi bolti þetta beint í gólf. Ég er eiginlega viss að Pála hefði tekið henn á bolta alltaf. En hún er bara svo gjörsamlega búin á því. Hún er ekki eða neitt auka orku. Æja, þetta gerum við þetta eins og vel. Boltin upp á Pálu, Pála á vörninni og skorar! Einhver staðar finnur hún kraftinn. Ég fæ hendra yfir úr kókamjólkinni. Veit ekki hvaðan Pála fær hann. Nú væri gott að fá 1-2 ása frá Júlíu. Já, kemur Júlía Bonet, Carreras fyrir Káa. Fín móttaka eins og það hjá Tinnu. Svo frábær hávörn hjá Káa-liðinu. Bolti, erfiður bolti frá Valdísi. En sjáu þið Thelmu. Hún kláraði þetta frábærlega. Þetta er kannski ástæðan hverju við viljum ekki að miðju spilu upp. Þetta var virkilega vel gert hjá Thelmu. Já, þessi margir leikmenn hefðu einhvern veginn strókist í neti þarna en hún var var sig. Jafnar í 13-13. Valdís unnur fyrir gestina. Tekur hann létta núna. Kemur Pála Del Olmo og Pála er að skora enn eitt stigið. Þvílíkur leikur sem að Pála er að eiga hérna. Ótrúleg, hún er 33 stig. Káa í þeirri stöðu að geta klárað þetta. Lovísa Rut í uppgjöfinni. Nú þarf stemming í húsinu núna, Gústi. Já, pældi að vera í móttöku núna í þessari pressu. En Tinna stenst hana. Kemur Thelma. Pála Del Olmo! Klárar þetta! Sjáu þetta aftur loka stigið að sjálfsög fyrir boltur á Thelmu en Pála Del Olmo, hún var búin að fá nóg, hún vildi bara klára þetta. Þvílíkt, Gústi. Gleymum ekki að Káa letti 2-0 undir. Þvílíkur karakter. Það er knýja fram Oddarinu og vinna hana með minnsta mun 15-13 og mér sýnist nú dóttir þeirra Pálu og Matteo. Hún er ekki alveg að þola þessa spennu. Það var mikið fyrir hana held ég skil það vel. Ég var alveg til að vera í fanginu á einhverju núna grátandi. Ég veit ekki hvernig það þurfa að vera grátandi endilega en það er alltaf gott að vera í góðu fangi. En já, hérna hér. Ótrúlegur leikur hér að baki, tvö algjörlega stórkostleg lið og þessi leikur gat ekki verið tæpari. Allar 5 hrinurnar hnífjafnar og spennandi. Afturhalding vinnur fyrstu 25-22, vinnur aðra hreinu 25-22, Káa vinnur næstu 25-23 og fjórinu var ekki að saman 25-23. 25-23 eða 2, ég manna ekki. Já, og svo vinnur Oddarina 15-13, þannig að veist, það gætir beðið meira. Nei, við unnum eftir upphækkun, 26-25. Ég veit ekki, Gústi, þessi leikur, þetta var magnaður leikur og við sáum hann líka. Það gáðu allir allt í hennan leik. Enda, þú veist, ég ætla að segja það strax, það munu allir skrá sig veikir í vinnuna morgun, sem ég bara skil mjög vel. Já, ég er bara búinn að horfa á þetta. Já, sjáu þessa tölu, Pála Del Olmo 34 stig, Júlía Bonet með 30, svo koma aðrar. Það er Lovísa Rut, Amelia Ýr, Auður Pétursdóttir allar með 4 stig og Annika Snædal sem með 2 stig hjá gestunum. Það er Thelma Dögg stigast með 19 stig, sjá hún skorar 9 stig í fyrstu hrinu. Síðan þá taka svolítið aðrar við keflina mestu leyti. Valdís Unnur skorar 18, Tinna 17,
Velína með 7, Daniela 5, Astrid Eriksson 4 og Sunneva er með 2 ása. Oddarinnan Káa vinnur 15-13. 10 af þessum 15 stigum eru smartstig. 5 hjá Afturhendingu, en sjáum það Káa er sækja meira í þessari Oddarinnu. Þetta var algjörlega magnaðis og alltaf sem ég langar að benda sérstaklega á í stöðunni 8-6 skorar Káa eftir rally upp á 1 mínútu og 20 sekúndur. Það var eitthvað ótrúlega sem ég séð og þetta séu engar líkur á því að upptakan hjá Matteo séu allan leikinn. Þetta var alltaf maraþonleikur. Ég er eiginlega viss það, hann var nú ekkert að spá í því í þessum leik. Já, hérna sjá þetta staðfest 22-25 sigur Afturhendingar fyrsta rinnu, 22-25 í annar rinnu. Káa minnkar í 2-1 með 25-23 sigri. Jafna svo og knýjar á Oddarinnu með 27-25 sigri eftir tvöfalda upphækkun og svo vinna þær Oddarinnuna 15-13. Guð minn góður, það verður einhvern tíma að ná sér og eins og segja. Spurning hvort maður fari ekki bara eftir þínum ráðum og hringja sig veikan á morgun. Stórkostlegur leikur, Gústi. Algjörlega stórkostlegur og ég vona innilega eins ljótt að segja að við fáum Oddaleik í þetta einvígi. Við ætlum að... Já, ég er ekki viss með þolið það. Já, en Káa nær að verja heimaleikja réttin. Það er rosalega mikilvægt. Það er mikilvægt. Það er eiga útileik til að gefa. Það hefði verið mjög erfitt allavega að taka aftur að vera 2-1 undir í fjórðarleik í Mosó. Það hefði verið erfitt, þannig að þetta var mjög nauðsynlegt fyrir þær. En já, ég held að við þurfum að setja gott, við viljum bara þakka kærlega fyrir árið og bara, já, stefnumönnum sérstaklega fyrir að bjóða upp á þessa útsendingu. En kæra blagfólk, endilega þið sem getið farið á fjórðarleik þessara liða í að Varmá og ekki missa af þessari blagveislu. En annars heiti ég Ágúst Stefánsson, Birkir Freyr, takk kærlega fyrir samfylgdina. Takk fyrir mig. Og Stefán Jónsson, takk fyrir tölfræðina mögnuðu. En já, annars bara takk í dag, bless bless.